að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hér í kvöld ásamt kollegum mínum og mörgum góðum gestum sem að hingað settust við borð að ræða hin ýmsu málefni. En við ljúkum hér þætti á Guðnýju S. Bjarnadóttur, stjórnarformanni Vitundar, sem ræðir hér við mig nýfallinn dóm Mannréttindadómstóls Evrópu og hvaða áhrif hann kann að hafa á þolendur kynferðisofbeldis hér á landi. Þetta er hópur sem kallað hefur eftir réttarbótum langt skeið og vill Guðni meina að þetta geti komið þeim hópi ansi vel. Þar á undan fær Björn Þorláksson til sín Örnu Magneu Dangs, kennara og aktivista, en hún varar við málflutningi Snorra Mássonar sem hún segir ala á fordómum. Þar á undan fáum við viðtal frá Ragnheiði Davíðsdóttur, en hún ræðir við Guðbjörgu Hjaltadóttur hjúkrunarfræðing og aðstandanda vanda eldri borgara við að fá hjúkrunarrými. Við byrjum þáttinn á þeim Árna Finnssyni hjá Náttúrusamtökum Íslands, Kristínu Völu jarðfræðingi og Björg Evu Erlendsdóttur hjá Landvernd, sem segja að innan stjórnmálana þá virðist náttúru og umhverfisvernd eiga sér fáa málsvera, allavega þessa dagana. Það er hann Björn Þorláksson sem ræðir við þau hér eftir stuttar auglýsingar. Gjörið svo vel. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, næst ætlum við að líta til umhverfismálana. Ég ræddi við Andra Snæ Magnason í gær og bauð honum að koma hér að Rauða borðinu og ræða þennan málaflokk. Hann gat það ekki, hann er í önnum, hann er meðal annars að leggja hönd á bók sem að styttist í að koma út. En hann orðaði þannig að það væri búið að hertaka málaflokkin umhverfismál af teknókrötum og orku iðnaðinum. Og mér líður eins og að margir geti tekið svolítið undir þetta þegar við horfum á áherslur ríkisstjórnarinnar og þá umræðu sem er í fjölmiðlum og þá umræðu sem er þessi mál þessa dagana. Og ég fengi 3 góða gesti til að ræða þetta mál með mér í dag. Það er Kristín Vala Ragnarsdóttir, þú ert prófessor emerita og jarðfræðingur, umhverfissinni og baráttukona svo nokkuð sem nefnt. Vertu velkomin. Takk. Árni Finnsson hjá Náttúrusamtökum Íslands, velkomin, og Björg Eva Erlendsdóttir, þú ert framkvæmdastjóri Landverndar. Þið heyrðuð mig þarna vitna í Andra Snæ. Byrjum á þér, Kristín Vala. Hafa orðið einhvers konar vatnaskil, eru málsvarar umhverfisverndar, hafa þeir veikari rödd nú en bara langt skeið? Það má eiginlega segja að það sé núna árás á náttúruna frá öllum hliðum. Það er bara þannig. Það er túrismin. Nú er ekki einu sinni hægt að halda við göngustígum jarðhitasvæði eins og til dæmis í Námaskarði. Af því það veit enginn hver á að sjá þessa stíga. Nýlega var andlát ungra stelpu í Reynisfjöru af því að það hefði ekki verið sett upp skilti
Af því að eigendur lóðan áttu vist að gera en það var ekki sett upp í marga mánuði af því að enginn vissi hver átt að setja það upp en svo kom í ljós að það voru landeigendur. Að vísu víst fólk að geta fylgja þessu neitt mjög vel eftir samkvæmt fréttum núna í vikunni, jafnvel þótt að skiltin séu komin. Svo á að byggja baðlón í flestum sveitafélögum. Það líka vindorka á teikniborðinu á það vel 40 stöðum út allt land og þar virðast margir sem að komu fram og voru svona leiðandi í fjármála ruglinu fyrir hrun. Þeir eru komnir þar á sveim með orkumálin í staðan fyrir fjármálin og eru með marga erlenda orkurísa á bakvið sig og það og þetta bara tvennt. Svo það náttúrulega sjókvíeldið og við höfum náttúrulega séð hvað að vera þar og sleppingar upp í ár á Vesturlandi en samt á að knýja áfram með meira sjókvíeldi og þessi iðnaður á að fara af stað jafnvel þótt að íbúar á svæðinu séu algjörlega á móti því eins og til þess á Seyðisfirði. Þannig að það bara almenn árás á náttúruna og náttúrun hefur enga rödd og þess vegna eru umhverfissinnar og umhverfissamtök svo mikilvæg að standa upp og segja bara bíðum aðeins við. Já, svo ég nefndi ekki einu svona skógrækt og það alls konar annað sem í gangi. Þú fær fleiri tækifæri til að ræða málið. Árni, plús það sem að Kristín Vala nefnir þá erum við ekkert að minnka losun. Nei, ef ég má umorða það sem Andri Snær sagði, það ásist að gríðarleg grænþvottur af hálfu orkuiðnaðarins og annarra aðra sem að vilja nýta náttúruna og ég reik mig til dæmis það það reika sig allar það að tala orkuskipti og þá að byggja nýja virkjun fyrir orkuskipti. Hvernig að sú umskipta gerast? Það kemur hvergi fram. Heldur segir að það vanti meira orku, við þurfum að byggja Hvammsvirkjun vegna þess að við þurfum að hafa orkuskipti. En hvar á að draga saman losun með byggingu Hvammsvirkjunar? Það veit enginn og nú kemur í ljós í gær að losun hér á landi hefur aukist og við erum þvert á öll markmið. Já, þvert á og við erum ólíklegri að stjórnvöld sem berum ábyrgð á þessu eru ólíklegri að ná þeim markmiðum sem að sett höfðu verið og ég verð að segja bara ekki endilega þessi ríkisstjórn og ekki endilega sú sem var undan eða sú sem var þar á undan. Það hefur bara skort algjörlega viljan til að draga úr losun og svo kom menn að blaður orkuskipti. Það er bara plata almenning að virkjanabygging sé eitthvað sem að bjarga loftslaginu. Þetta er illa gert og það er dálítið erfitt fyrir náttúruverndarsamtök að koma upp með þetta vegna þess að við höfum ekki mikinn aðgang að fjölmiðlum með ýmsa aðra drottningar sem koma þar sikulega. Og okkur vantar einhvers konar óháða umhverfisstofnun sem að heldur fram staðreyndum máls. Við erum ekki með svoleiðis stofnun núna í umhverfisstofnun. Nei, umhverfisstofnun er náttúrulega bara að telja tonnin sem eru losuð og þau gera það sjálfstaflega rétt en okkur vantar stofnun sem tekur meira fram staðreyndir. Við höfum orkustofnun en við höfum líka Landsnet og Landsvirkjun sem gefa út eigin skýrslur eins og þær stofnunir Landsnet og Landsvirkjun væru í rauninni orkustofnun.
Það er ekki treystandi. Björg, ef af því að hún Kristín Vala nefndi að náttúran ein og sér og sjálf, hún hefur ekki rödd, þannig að við þurfum að tala hennar máli. En mér finnst líka bara að þingmenn og sveitstjórnarmenn og bara pólitískir fulltrúar núna, þeir sem áður reyndu að tala fyrir umhverfisvernd og náttúruvernd, mér finnst vera bara færri raddir í þeim hópi en ég veit ekki hvað áratugum skiptir. Er það þín tilfinning líka? Ég nú sammála öllu því sem þau tvö hér hafa talið upp. Þetta svolítið svona eins og þau að lýsa. En ég mjög bjartsýn á að þetta sé að breytast bara nákvæmlega núna og þótt að það vanti þessar stofnanir sem að gætu lýst fyrir okkur staðreyndum en ekki bara eitthvað sem þau vilja séu staðreyndir, að þá finnst mér að það sem hefur gerst núna síðasta árið að almenningur er farin að sjá í gegnum þetta. Og ég er ekki alveg sammála því að náttúran hafi ekki rödd. Hún hefur rödd og við erum hér og við höfum nú eitthvert aðgengi og ég sitt hér við hliðina á eina manninu sem hefur haft náttúruvernd aðalstarfi bara allan sinn starfsferil og það er bara merkilegt í sjálfu sér að þessi rödd hefur alltaf verið til, hún heyrist misvel en almenningur, ég bara finn það að almenningur er mjög mikið með okkur og það sem Landvernd hefur rekið sig á núna síðustu mánuðin og misserinn stundum að þótt að stjórnmálafólk og orkugeirinn tali frekar illa okkur sem öfgafólk og það vorkenna okkur hvað við séum agaleg, að þá finnst félögum okkar að við séum ekki nógu róttæk einu sinni. Og þetta rekið mig á bara aftur og aftur. Varðandi ekki síst vindorku, það rosaleg eiginlega heift í gangi þar sem að ég held að stjórnmálamenn þurfi að taka alvarlega og þeir þurfa að tala miklu meira við fólk. Og ég sé einhver teikn á lofti það að ríkisstjórnin núna og umhverfisráðherrann sé farin að hlusta á fólk sem að fleiri heldur en orkugeirann. Fyrir kosningar þá hlustaði engin stjórnmálaflokkur á neitt nema atvinnulífið og þau voru bara í pallborðum alla daga með atvinnulífinu og venjulegt fólk getur ekkert boðið stjórnmálafólki í pallborð sem kosta 3 milljónir í hverju viku. Þannig að það er rosalegt ójafnræði í gangi og hlutverk okkar er mjög stórt. En ég finn að það er eitthvað að gerast og þessi geiri þarna, frekju orku geiri, búin að ganga fram á sig sjálfur. Þannig að fólk trúir þeim ekki lengur. En finnst þér aftur vera að greina af því að ég var að spyrja þig stjórnmálafólkið, sveitstjórnarfólkið og þingmennina. Þú segir að almenningur sé að rísa upp en finnst þér góðir hlutir vera að gerast innan stjórnmálahópsins? Það mun fylgja í kjölfarið. Almenningur rís upp fyrst og þá verða stjórnmálamenn að hlusta. Þeir munu gera það. Einmitt. Ég ætla aðeins að fara yfir svona það sem að mætti nefna til að rökstyðja það sem hér hefur komið fram að það hafa verið, við höfum séð breytingar á því að virkjanir sem áður voru í verndarflokki, það er búið að ýta þeim fram í biðflokk. Við vitum ekki alveg hvað er að gerast með lagalegt umhverfi þegar kemur að úrskurðum og snúningi í því. Við vitum að öfgar í veðri skekja tilveru okkar Íslendinga og ekki síst margra annara þjóða án þess að það sé svona einhvern veginn aktív umræða viðbragð við því. Við vitum að höfin yfirborð sjávar að hækka og það bara ansi hratt. Við vitum að lönd munu sökkva og við munum öll að fyrir nokkrum árum þegar Greta Thunberg var mjög áberandi að þá voru allir fjölmiðlar á fullu fyrir COVID að segja nú verðum við að allar hendur á dekk og nú þurfum við að koma í veg fyrir hræðilega hluti. En það er ekki bara að sú rödd sé þögnuð eins og ég upplifði þetta, heldur er beinlínis eiginlega aftur bakslag á sumum vígstöðum. Deilir þú því? Ég held ekkit að Greta Thunberg eða ungliðarhreyfingin sem að
sem að hefur verið að mótmæla á föstudagum sé þögnuð. Nei. Þetta kemur bara ekki í aðal fjölmiðlanum. Já, ég skil. Það eru aðal fjölmiðlarnir sem þegja. Og ég var spurði sænska vinkonu mína, hvað er Greta Thunberg að gera núna? Hún sagði, hún er ennþá alveg á fulli og öll ungmennin í kringum hana. Já. En það er ekkit fjallað það í blöðunum lengur. Þannig að fjölmiðlar standa fyrir því að þaga þessi mál. Það finnst mér vera graf alvarlegt. Þannig að þú myndir bæta við málskrein Andra Snæs þegar hann segir að það sé búið að hertaka þennan málaflokk, umhverfismálina á teknógrötum og orkuiðnaðinum og fjölmiðlar eigi þar ekki síst þátt. Algjörlega. Já, einmitt. Hvað sko, þú ert náttúrulega mjög kunnur fræðimaður, það er mjög langt síðan þú byrjaðir að og þú veist í hópið þeirra fyrstu Íslendinga sem að varaðir við því sem að gæti orðið og hver getur þú sagt mér einhverjar svona leiðir sem við höfum til þess að ná aftur áttum? Já, þegar stórt spurt. Ég held að svona áhuga og svona málum komi í fösum. Unga fólkið okkar ennþá mjög áhugirfullt yfir framtíðinni og loftslagsbreytingum og því sem því fylgir. En þau stóðu niður á Austurvelli á hverjum einasta föstudegi og ennþá er losun að aukast á Íslandi. Þannig að þeim finnst líklegast bara, þú eru náttúrulega að tala við þau því að ég er ekki fulltrúi þeirra, að þú veist til hvers að því það skeður ekki neitt. Já. Og sko málsvarar náttúrunnar á þingi eru dottnir út, bæði VG og Píratar sem að voru með öflugustu umhverfis- og loftslagsstefnuna. Já, þannig að þar liggur augljós skýring að þínum mati. Já, eitt stóra vandamálið. Og Samfylkingin virðist ekkert verið að pikka þetta upp. Nei. Og ég setti nú inn status á Facebook í byrjun sumars sem ég auglýst eftir umhverfisráðherra. Já. Og ég ætla að lega mér að auglýst eftir loftslagsráðherra líka. Já. Vegna þess að hann virðist bara vera orkumálaráðherra. Já. Það er það eina sem að kemur þjótandi í fjölmiðla til þess að ræða er að nei, Hvammsvirkjun fer í gegn, ég fyrir þótt að Hæstiréttur segi að það sé gegn lögum og jú, vindorkuverið í Gerpsdal, þar fer á stað. Jafnvel þótt að hafa verið í biðflokki. Mér finnst þetta stórfurðulegt. Já. Og þess vegna þurfum við að stofna einhvers konar skuggaráðuneyti. Og ég held, við höfum verið að ræða það innan landverndar til dæmis að það þurfum við að gera eitthvað í þessum málum og fá þessar raddir frá almenningi sem að Björg var að tala til að koma fram. Árni, manni dettur í huga að það hef ekki verið gæfuskref fyrir íslenska náttúru og umhverfismálin þegar það var ákveðið í tíð næstsíðustu ríkisstjórnar ef mann rétt að Guðlaugur Þór yrði bæði orkumálaráðherra og umhverfisráðherra. Á það ekkert að fara saman í sama einstaklingnum í pólitíkinni? Maður bara byrja að segja að ég er sammála Björg ef það fólki er misboðið og það bara ekki komið nægilega vel fram en sko Guðlaugur Þór tók þetta við glaður yfir og ætlaði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hann sagði hvað eftir hann að við fyrirtækin, við Samtök atvinnulífsins, við Samtök iðnaðarins að þið kunni þetta, þið viti hvernig á að fara að þessu þannig ég treysti ykkur til að gera þetta og þessi sömu aðilar, Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins og það er ekkert sem við getum gert og svo var ekkert gert og það var svona kjörtímabil dauðans það bil í loftslagsmálum sko. Hvort það fer saman við það fer bara eftir held ég svolítið viljan, þessum pólitíska vilja. Þarna var Sjálfstæðisflokkurinn í rauninni að drepa í dróma loftslags- og umhverfismál með orkumálum og
ég bara hissa ennþá að VG skulle hafa látið sig hafa út í það. Þannig að þetta var, þú veist, þetta var nú ekki gott hjá VG á morgunsviðum fannst mér, en að veita Sjálfstæðisflokknum umboð til að gera ekki neitt í loftslagsmálum, það þykir mér furðulegt. En hvernig finnst þér Jóhann Páll fara á stað í þessu sama djópi? Já, eitthvað leið mér að ég, hann lítur að vera bara átt að sjá því að staða loftslagsmála er alveg skelfileg. Og með minnum að sé í dagskrá umhverfisþing sem að hann heldur núna miðjan næsta mánuð að það var að kynna fyrstu loftslagsstefnuna sem er svolítið svona arrogant að segja svona, en hann greinilega átti sig á því að það þarf að gera miklu, miklu betur. Það er kannski mætti umræða að segja fyrstu alvöru loftslagsstefnuna eða eitthvað svoleiðis. En þetta vantar þessa stefnu sem er hægt að taka alvarlega í loftslagsmálum, það hefur ekki verið. Þetta er ekki illa gefið maður, Jóhann Páll, hann lítur átt sig á þessu. Spurningin er þá, getur hann gert eitthvað í málunum? Það sést líka á dagskrá þessara umhverfis þings. Hann ætlar að gefa málefnum hafsins meiri gaum. Kannski vill hann bara slá sér upp á þeim málum, hver veit. Og það var þá komið ljós, en núna eftir rúmt hálft ár frá því hann tók við embættið, þá held ég hann átti sjálf á því að hann er miklu vandastaddur. Spurningin er, getur hann sannfært okkur hann ætla að gera eitthvað í því? Björg, ef það heyrist oft sagt að COVID-faraldurinn og svo stríðsástand, innrás í Úkraínu og núna mikil umræðum aukin útgjöld hér á Íslandi til varnarmála að þetta hafi bara svolítið skóplað umhverfismálunum út af sviðinu vegna þess að umhverfismálin sé ekki alveg í huga margra verkefnum dags í dag, heldur getum við skotið því til morguns að hugsa þau, heldur að það sé eitthvað til í þessu? Ekki COVID held ég, en ég veit svo sem eitt það, en ég held ekki að umhverfismálin séu neitt farin út af sviðinu. Ég held að þau séu bara vaxandi og þetta mun bara koma stertir núna. Ég hlakka svolítið til þessa vetrar út af því ég held að það séu spennandi hlutir að fara að gerast. Árni svaraði ekki þessu með samslátt á þessum ráðuneytum. Nei. En ég held að ef ég svona tala út frá þeirri stemningu sem ég upplifi í landvernd að þá finnst félögum þar þetta vera bara einhvers konar geðklofa ástand að hafa þessi tvö ráðuneyti saman og það sé bara ekki gerlegt fyrir nokkurn mann hversu velviljaður sem hann kann að vera að þjóna þarna tveimur herrum samtímis, hafa aðhald og vinna með þessu öllu og svo er líka bara eitthvað óþægilegt við það að hafa ekki sérstakt ráðuneyti fyrir náttúru umhverfi og loftslag og það sé einhvern veginn svona pólitískur vilji hverra ríkisstjórnar eða hvers ráðherra sem ræður því hvort þú setur bara þennan risa málaflokk bara ofan í skúffu og einbeitir þér að orkumálum. Það er það sem hefur gerst og það er núna búið að gerast að þér virðist tvisvar nema Jóhann Páll taki einhverja algjöran viðsnúning frá því sem hann hefur gert á sínum fyrstu misserum í embætti, þá heldur þetta áfram eins og þetta var og fólk sér þetta og kann ekki við það og við höfum alveg fordæmi frá öðrum löndum þetta er svona í Svíþjóð og ekki eru Svíjar sænskir umhverfissinnar ánægðir með það. Nei. Þannig að ég held að þarna væri bara mjög nauðsynlegt að breyta til aftur. Já, það segir sér líka sjálft að ruðningsáhrifin í orkugeiranum eru náttúrulega rosaleg, þrýstingurinn er rosalegur, þar eru peningarnir, þar er talið hagvöxtinn, ósjálfbæran hagvöxt, keyrðan áfram af því að við erum að gúma gagnvart framtíðinni. En en peningarnir í umhverfisverndinni eru náttúrulega bara brot með að við þá hagsmuni sem eru að virkja vona það besta að líta fram hjá þessu og svo framvegis. Þannig að það eitt út fyrir sig er einhvern veginn bara virkar svolítið tapaspil fyrir umhverfishlið mann sem gegnir svona embætti. Það sem að mér finnst svo furðulegt að við framleiðum hérna meira rafmagn á
á íbúa heldur nokkur önnur þjóð í heiminum og það byrja 80% af orkunni er nýtt í stóriðju. Í hvað að nota þetta rafmagn? Spyr ég bara og það getur enginn sagt við mig akkur við þurfum öll þessi nýju vindorkuver eða stækkun á virkinu landsvirkjunar eða nýjar virkjanir. Og mér finnst þetta svo furðulegt vegna þess að ég satt í orkustefnunefnd ríkisstjórnarinnar hérna fyrir nokkrum árum sem var birt árið 2020 ef ég man rétt. Og í þeim samræðum sem var stóð yfir í 2-3 ár að þá var ég alltaf að reyna að fá upp á borðið samræður eigum við ekki að vera með einhverja stefnu í hvað ég var að nota þessu orku í framtíðinni. En það vildi enginn ræða það. Enginn, það var bara ég sem var alltaf að reyna að draga þetta mál upp. Já. Og við erum ennþá þar. Já. Og það er alvarlegt mál. Okkur, við erum ekki bara að vera að framleiða orku til að framleiða orku. Nei. Þú minntist á Landsvirkjun. Já. Hvernig hefur Landsvirkjun þróast sem stofnun? Er hún orðin einhvers konar sjálfstætt afl, ríki í ríkinu? Hvað finnst þér Landsvirkjun? Og ég satt að líka í stjórn hérna fyrir nokkrum árum að vissi ekki lengi því það voru kosningar og það þurftu framsóknarmenn að koma inn í staðinn. En lærði heilmikið á því að sitja hérna hinum yfir borðið. Það er áhugavert að Guðmundur Andri skrifaði status á Facebook nýlega þar sem hann sagði að Landsvirkjun ásælnaðist Þjórsárver líkt og Rússar Úkraínu og færði svo fyrir því rök. Það er mín sterka tilfinning að Landsvirkjun er alltaf að leita sér að nýjum verkefnum að því þeir eru með 10 starfsmenna sem að þurfa verkefni. Og hérna þannig að það er bara verið að reyna að finna verkefni til þess að halda fólkinu sinni í vinnu og það er heldur ekki nóg að stefna. Er eðlilegt að fólk flæði á milli til dæmis umhverfisstofnunar til Landsvirkjunar eins og verið hefur alveg bara mjög margir starfsmenn sem að fara frá umhverfisstofnun yfir til Landsvirkjunar? Ég hef svo sem ekki fylgst neitt mjög vel með því nema forstjóri umhverfisstofnunar var allt í einu orðin aðstofafórstjóri Landsvirkjunar sem ég fannst áhugavert. Nokkrir aðrir líkistarfsmenn fyrirhundi sviðstjórar. Svo framvegis. Það er náttúrulega lítill markaður fyrir störf í þessum geira á Íslandi þannig að það kannski nokkuð eðlilegt að fólk fara á milli en líklega býður Landsvirkjun betri laun. Ég bara veit það ekki. Alveg eins og í fjármála bólinni að þá voru þeir sem að unnu innan stjórnsýslunar. Þeir voru allt í einu komnir inn í bankana á hærri launum. Þannig að það er mjög við ættum að fylgjast betur með þessu hvað er að vera þarna. En þetta er ekki eitthvað sem að ég hef fylgst neitt mjög vel með. Nei, þú hefði beðið orðið uppi. Mér datt aðeins í huga þegar við vorum að tala þessa ráðherra. Ég sá frétt í morgun að Ísland hefur verið nýtt sem Bitcoin þvottaland og það fannst mér mjög áhugaverð frétt og ég held að ef við værum með sérstakann umhverfisráðherra þá væri hann alveg brjálaður núna. Og myndi bara strax segja erum við í alvöru að nota orkun okkar í Bitcoin þvottaver. Mér skilst að meiri hlutina af þessar gagnaverum sé í rafmynda greftri. Já. Við höfum ekki fengið að vita það. En það vill enginn segja okkur hvað þessi gagnaver er að gera. Og nú að byggja nýtt gagnaver í staðin fyrir Silikonverksmiðjuna á Húsavík. Er ekki staðan þannig að einu sinni var svo erfitt að fá upplýsingar það hvað Landsvirkjun fekk borga fyrir orkuna. Núna vil ég helst ekki segja hverjum þeir að selja hana. Já, einmitt. Það er eitthvað skrítið. En
varandi orku og umhverfisráður, þá held ég að með Jóhann Pálsson fór hann inn með miklum offorsi í þá virkjana, sérlög fyrir Hvammsvirkjun og svo framvegis, að ég var bara að segja þann að sko, loftslagsmálin eru í tvílíku hnút núna, stjórnandi hafa staðið sér tvílíkt illa, að hann, ungur maður, velgefinn, velmenntaður, hann átti sig á því að hann verður að gera miklu betur heldur en fyrir hann, miklu betur. Og ef við sjáum það ekki á umhverfisþingi þá bara... Já, en hann virðist bara hafa nýtt rödd sína hinga til fyrir orkugeirann. Það alveg eins og hann sé bara orðin málsvari Viðreisnar sem eru nýfrjálshyggju flokkur sem er að draga okkur alltaf mikið til einkavæðingar og minnka regluverkið og allt þetta sem að nýfrjálshyggjumenn eru þekktir fyrir. Hann hluti af þessari stemningu sem Andri Snær ræðir, svo ég vitni enn og aftur í þessi ummæli að málaflokkurinn umhverfismál sé hertekinn af teknókrötum og orkuiðnaðinum. En það er tækifæri núna þegar það er komin þessi frétt sem komir í mokkanum þetta þvottaver Bitcoin, að þá ættu nú stjórnmálamenn að stökkva af stað og segja bara hvað á þetta eiginlega þýða og það kom líka fram að þetta er ekkit einstæmi og þetta var sko risaþvottur á þessu og við erum búin að vera að tala þessi rafmyntaver aftur og aftur þegar við komumst í fjölmiðla og þá er alltaf svarið, það er verið að fasa þetta út og við ætlum nú að láta þetta hverfa smám saman, svo heyrir maður bara að það sé verið að byggja alveg sérstakt svona ver og þetta er allt saman í mjög mikill þoku og mér finnst það hljóta að vera hlutverk stjórnmálamanna að svifta hulunni af þessu öllu og fara að tala forgangsröðun. Og forsvarsmanna orkufyrirtækina. Hvaða orkufyrirtæki voru þarna baki? Mér finnst þú að skríti þegar ég skoðaði þetta síðast að þá var þessi gagnaver komið með sko raforku kaup upp á 150 megawatt sem eru 3 upprunalegra búrsveldsvirkjanir. Þannig að nú við erum komin út í algjörar ógöngur þarna að mínu mati. Húsvíkingar segja að við getum stækkað Þeistareykjavirkjun og fengið meira orku þaðan fyrir gagnaver sem einmitt eins og nefndir þaðan kemur í staðinn fyrir PCC á Bakka, þarna rétt í Grenndið. Keyptu þeir bara 20 megawatt og ég var bara maður það ekki. Nei. Já, svo vil ég nú endurreisa PCC líka. Já, en sko ég man, ég var að vinna á Fréttablaðinu fyrir allnokkrum árum þegar ríkisstjórn VG, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins er að störfum seinna kjörtímabil, svona nýhafið og þá heyrir maður alltaf hjá fleiri og fleiri pólitíkusum og fleiri í atvinnulífinu að það sé allt stopp í virkjanamálum vegna þess að þessi ríkisstjórn sé samsett með hætti sem hún vinstri græni þvælist alltaf fyrir öllu og þá var talað að það að leysa þennan tappa svo fá við nýja ríkisstjórn og það virðist vera svona óþreyja þarna úti til þess að skauta mjög hratt yfir í það einmitt að tappin sé heldur betur leystur samanber þetta sem ég nefndi áðan með að virkjanir sem áður voru í vernd það verið að færa þær yfir í biðflokk. Er þetta voru við annars vegar með eitthvað tímabil þar sem við gengum of langt í því að halda á eftir virkjunum og núna gengið allt of Ég held að það sé ekki rétt að það hafi ekki verið neitt virkjað á meðan að síðasta ríkisstjórn satt vegna þess að Þeistareykir komu online, Búrfellsvirkjun var stækkuð og fleira þannig að það er alls ekki réttur málflutningur að segja að það hafi ekkert verið virkjað á þessum tíma það er bara til að villa umræðuna tel ég Guðlaugur Þór sagði ekkert verið virkjað síðustu 20 árin tóndella algjörlega það var búðarháls tværi viðbót Þetta er bara svo alkoholisti að búa sig undir stórfyllir og segir að sé ekki til neitt vín þótt hann eigi 4-5 beljur og vill bara tryggja að hann eigi nú
endalust. Svo það spurningin, þetta einbeittur brotavilji eða herkænska að ræða nýjar virkjanir alltaf sem umhverfismál, að þau muni gagnast orkuskiptunum og allt verði svo frábært. Þetta óskhyggja eða þetta áróður eða hvað Þetta auðvitað áróður. Grænþvottur. Ekta grænþvottur er svo Árni sagði á. Því miður þeir trúi sig sjálfur. Það held ég alls ekki. Og svo almenningur hættur að trúi sig því að bara fólk veit þetta. Og þegar það koma þessar fréttir sem eru að koma af öllum gagnaverunum og stóriðjunni og því sem ekki má tala fólk veit þetta. Betur og betur. Það hefur þó tekist á síðustu 2 árum að sýna fram á það að virkjanir eru ekki bara fyrir orkuskipti. Sko, Arnarstofninn, haförninn, hann á sín óðul í Breiðafirði. Og það bara reyndar sagt galið að fara að byggja háar vindmyllur á því svæði. Bara galið. Og Fálkastofninn, ég var nú bara að lesa það núna fyrir nokkrum dögum, að þar voru bara 30% af óðölum fálkans setin í sumar. Og Ólafur Nílsen sem hefur fylgst með Fálkastofnunum í áratugi, segir að hann gæti verið farin eftir 35 ár og vísu talar að fuglaflensa geti komið þarna að máli en ef vera þá að byggja vindorkuver þegar við erum með stofn í útdreifingarhættu á Íslandi finnst mér bara fáránlegt og sérstaklega þegar verið að byggja þetta upp þar sem að er þekkt að þessir fuglar haldi sig til. Árni, verðum við ekki bara viðurkenna það að Katrín Jakobsdóttir sem að setti sér hálitari markmiðum tíma heldur en aðra ríkisstjórnir voru að gera, hún rann algjörlega á rassinn með þetta allt saman og við höfum jafnvel í umhverfisgeiranum á meðal pólitíkusa þá hafa orð ráðamanna reynst ómerk. Ég veit ekki hvort ég á viðurkenna neitt en ég hélt svo smengu fram ég var mjög ánægður hérna í stjórnarmyndinum 2017 sko meðan stjórnarmyndinum stóð yfir að Katrín talaði mjög mikið loftslagsmál. Já, mjög mikið. Og vildi ganga lengra heldur en nágrannar þjóðir í að skera niður losun. Já, en svo var það ekkert verki sko. Nei. Og greinlegt að Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi þeir stöðu hann af eða hæða á henni en það var settu ráðherra á sjálfstæðarflokknum. Já, ég að tala sko þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson verður ráðherra 2017 hann var náttúrulega fyrst þá héldum við eða vonum að nú þið tekið til hendinni en það var ekki loftslagsmálum, það var bara því miður. Já, einmitt. Og hún hafði greinilega ekki nógu mikið fylgi eða eitthvað til að fá sjálfstæðarflokkinn og Framsóknarflokkinn með á það að draga úr losun. Það var samfylkingin kannski bara og Viðreisn jafnvel líka bara að yfirfæra stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins í þessum málaflokki. Er ekki sitt hvað sem bendir til þess? Sko, Viðreisn notabene sagði sinni kosningastefnuskrá að þeir ætla að draga úr losun 60% á þessu kjörtímabili. Takk. Ég sé ekkert gerast. 60%? Já, það vantar eins og varðhundar sem að sko vara kjósundi við. Þarna er nú eitthvað skrítið. Já, og þetta sem að þú nefndi með fjölmiðlana, það er lítið aðhald og erfitt að komast. Við erum alltaf með ófremdar ástand í fjölmiðlamálum á Íslandi. Ég get ekki undir það. Já, þannig að almenningur heyrir ekki neitt nema það sem kemur á í mokkanum á 50 þegar hann er ókeypis og þá er hann fullur af sjávarútvegs áráðri með meiru og svo það sem er á RÚV og RÚV hefur ekki staðið sér neitt mjög voðalega vel í þessum málaflokki. Finnst mér.
Ef við kíkjum aðeins út fyrir landsteinana, við erum að sjá eiginlega enn skelfilegri fréttir af sumarhitum eins og Spáni og víðar heldur en nokkur sinni. Það er enn til fólk sem að reynir að halda því fram að það afneiti því að hér sé að verða hlýnun á mannavöldum en mann grunar nú samt að innst inni viti það betur. Stundum velt maður því fyrir sér sko að það sé ekki fyrr en veðrið eða umhverfisbreytingar verði hér og hefjist hér af svo miklum þunga með neikvæðum hætti að við getum komist á næsta stíg. Í gær fór nú heilt fjárhús út á sjó, hér á Suðurlandi og við hefum haft gífulegar ofsa rigningar, ég man ekki eftir að upplifa svona sjálf. Fjallabækslið syðri, var það ekki? Og svo höfum við allar þessi jarðskrið í dölunum, fyrir austan og vestan, sem að hafa valdið miklu Segðu sér það klóin í tvent og það er ekkert að byggja þar. Þeir að segja að þessi hafið á fullu, komið á fullan þunga. Ég held að flestir viti það. Og kosti milljarða ári, sko. Við erum komin 1,5 gráðu í hitnun. Það bara reyndist verð þannig í lok síðasta árs. Þannig að við erum alveg það bil að missa loftslagið út á höndunum á okkur. Nema að séu gerðar einhverja gífulega breytingar. Sem er ekki að vænt í Bandaríkjunum? Nei, ekki í Bandaríkjunum. Ekki eru Bretar að standa sinni eitthvað vel í umhverfismálum heldur. Hvaða þjóð ætli sé að standa sér best í umhverfismálum? Vitum við það? Á vissan hátt er það Kína. Á vissan hátt, já. Sko, losun hefur staðið í stað, eða minnkaður lítið í Kína og Kína er langöflugast í því að fjárfesta í vindorku, sólarorku og þeirra fer hæst. Ég var bara að skoða greinumyndum daginn í New York Times. En sko, menn geta staðið sér vel ef það fylgja því fjárfestingar, það sem við erum í öllum löndum mjög léleg í, það er að hægja á. Já, það getur verið, en ég vil bara meina það að ef það er eitthvað ríki sem hefur sagt að við ætlum að verða besti endurnýjanlegri orku, þá er það Kína. Áhugavert. Við segjum það líka oft. Já, þeir eru náttúrulega að láta ekki lýðræðið halda aftur að sér. Nei. En þarna nefnir þú bæði sólarorku og vindorku sem jákvæð teikn til Kína. Akkur er þá ekki jákvætt að fá vindmyllur á Íslandi? Fyrsta leið þá þurfum við ekki þessu orku. Öðru leið þá er að reisa vindorku hér á berangrunum, jafnvel óðurlum arnarins, á þess að vita til hvers og hverju vilja kaupa og hvað að gera á orkuna. Það er svona dálítið, það er svona, einhver skýr þetta út til mig þannig að öll vindorku fyrirtæki vilji komast inn í rammaáætlun á undan hinum og það getur verið skýringin af þessu kapphlaupi sem virðist vera. Gríðarlegt magn af fyrirtækjum og svo ráðherra velur út þarna einn stað eins og ég segi, sem er allt of nálagt óðurlum arnarins. Við vorum áratugi því að koma arnarstofninum frá 15 verpandi pörum upp í 70. Og það bara gengur ekki að reisa vindorku á Vesturlandi yfirleitt. Og þetta er stór vindorkuver, þetta er ekki smá. Kosturum við vindorkuver upp á landi hér á Íslandi, það er miklu ódýrara að byggja það, þetta er langt út í sjó. En viljum við fara að eins og í Laxeldinu að hleypa inn fullt af erlendi fyrirtækjum sem síðan flytja hagnaðinn úr landi eins og í Laxeldinu. Og búast ekkert endilega við mjög ströngum umhverfisreglum á Íslandi, menn það var svona komist upp með ýmislegt í Laxeldinu allavega. Björg, ef að því að Árni ræði rammaáætlun, það fylgdi einmitt sögunni þarna svo ég bakki aðeins aftur í tíman og fara að tala mína viðmælendur þegar ég var á Fréttablaðinu að skrifa orku og umhverfismál að
með réttu eða röngu þá allavega tókst sjálfstæðismönnum og fleirum að koma þessari sögu af stað að allt væri stopp, það væri ekki verið að virkja nánast nokkuð og núna heyrir maður að sko þá þegar hófst umræða sem var svona gagnrýni á þetta sérfræðinga fyrirkomulag og rammaáætlun og þessa ferla og allt það og núna sko sýnist manni sem að það hefði orðið hugmyndir sumra eru augljóslega að bakka meira út úr þessari rammaáætlun og væri það mikil skaði ef þetta kerfi sem við höfum mikið fyrir að koma á fót ef því í kiptu sambandi. Sko ég skil ekki alveg umræðina rammaáætlun lengur og þessar tilfærslur sem hafa verið núna sem eru allar í átt til nýtingar og að á köflum og oftast nær raunar eitthvað sem að verkefnisstjórnin sjálf kemst að einni niðurstöðu og svo kemur ráðherra með aðra niðurstöðu og á sínum tíma þegar að þarna var breytt út af og fært úr vernd í byggð í síðustu ríkisstjórn þá urðu nú mikið læti meðal annars inn í VG þar sem að ég var þá framkvæmdastjóri og fólki fannst þetta vond skilaboð og vont fordæmi ef það væri hægt að tuskast með þessa rammaáætlun svona fram og aftur það er búið að tuskast þá ennþá meira með hana núna en við vitum samt ekkert hvar þetta lendir og ég skil ekki eftir að ég fór á fund upp á Hvanneyri einmitt þessi vindorkuver á Vesturlandi þá skil ég ennþá minna vegna þess að þar kom ráðherrann og sagði að það lægi nú alls ekki á þessu og að það þyrfti að fara varlega og það yrði ekkert leyfi gefið fyrir en það væri komin stefna vindorku nýtingu, það sagði hann líka og þetta hljómaði nú allt saman mjög vel en í leiðinni þá hljómaði það náttúrulega í mótsögn við það sem hann sjálfur var búinn að vera að gera ef að hann ætlaði fyrst að móta stefnu af hverju var hann þá að færa þennan Garpsdal úr byggð í nýtingu þannig að það er bara mjög margt þarna sem ég átta mig ekki alveg á og ég vona að skýrist á jákvæðan hátt fyrir umhverfið fljótlega og rammaáætlun ef að fólk vinnur það af heilindum og er ekki að toga í allar áttir þá er sannarlega betra að hafa eitthvað stjórntæki heldur en ekkert. En að tala niður álit sérfræðingarna og auka vægi pólitíkurinnar þetta svolítið þróunarþekki sem við erum að sjá. Já, mér sýnist það en ég verður að viðkenna að ég er engin sérfræðingur í rammaáætlun en það er náttúrulega ef að verður að setja svona tæki og þróa það af bestu þekkingu og mætti að pólitíkin eða ráðherrann viðkomandi getur svo bara vaðið yfir niðurstöðurnar er vond er vond staðreynd. En hann segist nú samt einhvern veginn ekki alltaf að gera það, þannig að það er best að njóta af hans. Já, kannski er hann að læra. Ég reyna að vera bjartsýn eins og þú. Ég vel að túlka þetta sem stefnumbreytingu. Sko, það er dálítið tæft eftir að Þjórsárver höfðu farið í gegnum 3 rammaáætlun held ég að verið og hvert skipti voru Þjórsárver sett í verndarflokk og þá kemur Landsvirkjun með nýja útgáfu af Norðlingaölduveitu og kallar það Kjaröldu-veitu og nú vil ráðherrann, umhverfisráðherrann láta Landsvirkjun að njóta vafans svo þeir geti fengið sannað að Kjaröldu-veita sé eitthvað annað en Norðlingaölduveita. Svona rammaáætlun þurfum við ekki og ef að ráðherra getur ekki tekið á þessu þá eftir hann bara biðjum að fá kannski félagsmálaráðuneytið. Annað orð yfir þetta er bara svik og prettir, þú ert að gefa það í skil. Já, og sko rammaáætlun er tilkomið vegna þess að stjórnvöldið gekk nú illa með Kárahnjúkavirkjun og þau sögðu, ok, krakka mínir, nú hættu að rífast. Við gerum rammaáætlun, allt verður metið mjög faglega og það verður farið að því, en það reynist ekki vera. Þannig að þetta er Kjaröldu-veitu og Héraðsvatns mjög slæmt. Já, mjög slæmt og bara ömurlegt. Já, og þá má kannski vitna aftur í orð Guðmundur Andra
ásælni. Ég hef grunum að það sé einhver skoðun að ferði í gangi í dag þannig á þessu kjallöldu svæði á vegum Landsvirkjunar og kannski stjórnmálamenn með. Já. Vonandi ná einhverju fjölmiðlar í það. Já, vonandi. Já, þeir eru örugglega með ferð. Nú, hver er boðið? Ekki mér, en ég bara... Ekki mér. Ég bara frétt þetta. En það búið að vera fróðlegt að heyra í ykkur og bjartsýnin hjá þér. Mjög mikil. Og kannski spyrnir almenningur við fótum ef pólitíkin gerir það ekki. Við getum leyft okkur að vona og máttur sérhvers einstaklings getur verið mikill. En kærar þakkir fyrir komuna, Kristín Vala, Árni og Björg Eva. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við eigum eftir að sýna ykkur fleira efni. Margvíslegt Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Fyrir nokkrum vikum rakst ég á grein á Vísi þar sem að fyrirsögnin var: já, hvað með bara að skjóta hann? Ef einhver skildi vera í vafa, þá er þetta ekki grein einhverja glæpastarfsemi, heldur er þetta fyrirsögn á grein sem að Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir, hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu á Selfossi, skrifaði, sem fjallar aðstæður eldri borgara á víðtækan hátt. Og Þórhildur komin hérna til mín, komdu sæl Þórhildur. Mér langar að forvinnast aðeins meira það sem þú ert að segja í þessari grein. Þetta er náttúrulega dálítið svakalig fyrirsögn. Hvaðan fékkstu hana? Herðu, já, takk fyrir að bjóða mér. Ég er náttúrulega bara að vitna þarna í skets frá fóstbræðrum og þar sem að þeir voru í vandræði með aðstandanda og þarna ég skrifi þetta kannski svona svolítið sem pínu reiður aðstandandi sjálf og vitnaði þá bara með þessum hætti í fóstbræður. Og það er ótt að segja að greinin hafi vakið athygli. En þú ert flæðistjóri, er það ekki? Jú. Hjá sjúkrahúsinu á Selfossi. Já. Og hvað felur það í sér, flæðistjóri? Herri, ég byrjaði þessu starfi núna, það eru rúm 2 ár síðan, eða verið nálgast 3. Þá sáum við mikla þörf fyrir að vera með eitthvað svona tengilið og reyna svona auka flæðið, sjúklingaflæði og hvort við getum gert eitthvað betur þar. Við stóðum í bara miklum svona flæðisvanda. Skýrðu fyrir okkur hvað flæðisvandi er? Það er bara þá skjólstæðingar sem lokið hafa læknisfræðilegri meðferð og eru þá þar af leiðandi fastir inn á stofnunum. Og líka kannski bara reyna að hafa ferli bara svolítið markvissara og þegar skjólstæðingur leggst inn að við þá bara förum strax að huga útskrift, að það er ekki eitthvað sem að til dæmis bara biðja eftir hjálpatækjum, að það sé eitthvað sem er að seinka útskrift, vinna sér svolítið í hæginn. Er þetta fólk sem getur ekki farið heim? Já, það er bara einstaklingar, þá er ég að tala og ég að vitna þá í einstaklingar sem eru með samþykkt tvörn og heilsumat og komast ekki heim og eru bara bið eftir að fá útlita hjúkrunarrými. Og það gengur illa? Það gengur mjög illa, já, það gerir það. Veistu hvað það eru margir eldri borgarar sem eru að bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili? Sko, nýjustu tölur, ég veit að hér á höfuðborgarsvæðinu þá eru 406 manns að bíða með samþykkt tvörn og heilsumat. Á Suðurlandi er þetta 97 einstaklingar. Þetta er svona nær umhverfið mitt þar sem ég er með nýjustu tölur. En svo aftur á móti eru
það er óvinni góð staða á Landspítalanum í dag af því það eru 66 einstaklingar sem eru þar fastir inn á spítalanum og bíða með samþykkt færn og heilsumat og yfirleitt og það hefur ekki verið svona gott í marga mánuði og þetta er yfirleitt í kring. Og það kallar gott? Já, ég kalla það gott sko af því að það er yfirleitt eru 100 mann sem bíða, hefur að verið í marga mánuði, síðustu mánuði en með opnun bogaþings núna var það að hjálpa Landspítalanum en svo aftur á móti eins og á Selfossi við erum og Suðurlandi við erum mun færri og við erum með færri rými, við erum með legudeild sem að rúmar 22 einstaklinga og núna, eins og staðan er núna að þá liggja 12 manns sem að að bíða í úrræðisleysi og það er hlutföllin, þið sjá að hlutföllin eru rosalega mikil og er erfið staða. Og svo talar ekki alla þá sem bíða heima? Já, 97 manns sem í heildina eins og var á Suðurlandi. Já, nákvæmlega. En nú ert þú í sambandi við aðstandendur væntanlega. Já. Hvernig er staðan hjá þeim? Ég meina hvað, það hlýtur að vera bara út af fyrir sig betra að hafa ástinni sinn á spítala þó í legurúmi sé heldur en að vera með hann heima og geta kannski ekki annarstann eða hafa ekki fólk til að annarstann? Já, þetta eru bara, fólk er í mjög misjafnu stöðu og margir líka sem eiga bara ekki aðstandendur. Það er líka, en þeir sem eiga aðstandendur og við sem vinnum inn á stofnunum, við finnum mikið til með þessu skjólstæðingum sem er í þessari bið og aðstandendum ekki síður. Og oft er þetta, og ég tala í greininu minni, þú veist, að fá 2 fyrir 1 að því á bakvið hvern einstakling er stundum alveg bara bugaður aðstandandi eða aðstandendur og svo ég tali nú bara af eigin reynslu að þú veist afi var búin að vera lengi heima svona mjög tæpur áður en hann leggst svo inn á stofnun og þetta var líka bara gríðarlega erfitt fyrir ömmu. Já, þú þekkir þetta af eigin reynslu? Já og eins og ég segi við sem að horfum upp á þetta dagstæðilega og að sinna þessu fólki við sjáum þetta og við finnum virkilega til með þessu fólki. Nú eru legudeildir á spítala ekki ákjásanlegur staður fyrir fullorðið fólk, eldri borgar. Þetta er náttúrulega bara legudeild og sjálfsagt lítið afþreyingu og annað slíkt. Bara alls ekki. Legudeild er bara alls ekki fyrir fólk sem er í svona þessum vanda og talandi þegar fólk er farið aðeins að gleyma og orðið illa áttað. Það er stöðugt verið að færa fólk á milli herbergja, það er færa nýjan herbergisfélag, þetta veldur bara ótta og bara svona fólk verið stressað, kvíðið og bara öryggislaust, algjörlega öryggislaust. Þú talaður aðstandendur sem að bugast. Getur þú nefnt mér einhver dæmi slík tilfelli? Hvað er þá fólk búið að standa lengi í þessari baráttu? Það er líka bara misjafnt og eins og þó að sé ákveðin heimaþjónusta og í formi félagsþjónustu og heimahjúkrunar að þá er líka allur hinn-tíminn, þetta er bara innlit, þetta er ekki viðvera hjá þessum þjónustaðalum og það eru aðstandendur sem að sinna inn á milli og þetta getur verið gríðarlega erfitt og aðstandendur bara góður í að takast á við hlutina og eru bara... Aðstandendur oft fullorðið fólk líka? Já, þú veist, ég meina amma til dæmis, hún er 88 og hún er 1 ára eldri en afi og mér finnst líka kannski, þú veist, einstaklingarnir sjálfur kannski átt þessi á því og ég hef verið bara með grátandi fólk í fanginu sem að tala bara ég vil ekki vera svona mikil byrði á fólkinu mínu. Ég vil bara að ég geti farið og þau geta bara komið að heimsækja mig. Skil þig. Þannig að þetta er fólk í allavega ástandi, bæði líkamlega og andlega, væntanlega. Margir konni með ellikslöp, ekki satt? Jú. Og slíkt. Þannig að þetta er aðstandendur lifa í
í tómri óvissu með þetta fólk eða ekki hjá því? Já, eru bara pínu fastir. Svo er það típiska, hringingar, talvan, sjónvarpi fara út og það eru margar ferðir sem hefur verið að sinna sem eru þessi ósýnilegu störf aðstandanda. En svona, já, þannig að þetta er, já. Þetta er í rauninni svolítið sorglegt að þegar fólk er komið á þennan aldur og búin að skila sínu til samfélagsins að þá einhvern veginn er eins og það sé bara gleymt. Kannski ekki gleymt en allavega því ekki sinnt sem skildi af heilbrigðiskerfinu. Nei, og maður vill grípa þetta besta fólk okkar. Við viljum geta sinnt því og ég er alls ekki eitthvað á því að lausnin sé endilega bara eingöngu í því að byggja fleiri hjúkrunarrými. Ég sé það bara, í mínu heilbrigðisumdæmi að það er sko mismunandi þjónustustig og þeir sem að búa aðeins lengra frá þéttbýlinu, það er minni þjónusta fyrir þessa einstaklinga. Það er ekki kvöld og helga þjónusta. Hjúkrunarfræðingar að keyra í allt eða 50 kílómetra í aðra leiðina í eina vitjun. Þannig að þessir einstaklingar sitja ekki alveg við sama borð heldur. En eins og Selfossi erum við, og í Árborgarsvæðinu, erum við að gera góða hluti. Það er hérna gott að eldast svona samstarfsverkefni við félagsþjónustu og heimahjúkrunar. Þetta gefur þessum þjónustaðalum tækifæri til þess að tala saman, tvinna svolítið, bara auka samvinnuna og líka svo erum við komið heimaspítalan á Selfossi og maður sér alveg allt þetta er að hjálpa til og við getum alveg gert betur þarna. En ertu sammála þeirri stefnu heilbrigðisyfirvalda að fólk sé eins lengi heima hjá sér og hægt er? Er það ekki fara að ganga svolítið út í öfgar? Ég er alveg sammála því af þessu leyti og að því að flestir vilja vera heima hjá sér eins lengi og hægt er og vilja ekki fara á stofnun. Það er svona mín upplifun. En svo eru einstaklingar sem vilja fara og get ekki annað. Þjónustan er ekki næg til þess að viðkomandi geti verið heima og þá verðum við að geta gripið þessa einstaklinga. Svo hefur maður heyrt dæmi það líka að fólk vill bara hreinlega ekki fara inn á svona stofnun eins og þú sagðir. Jafnvel þó það sé í brýnni þörf fyrir að fara og ástand þess bendi á það. Hvað er þetta að gera í því? Það getur verið mjög flókið sko. Já, það getur verið. Og það er aldrei eitthvað eitt ráð við því sko. Nei. Og þetta er oft svona dæmi bara eru mjög kræfjandi fyrir aðstandendur. Einhvern veginn grunar við líka að þessi kynslóð, hún er alin upp við að bjarga sér sjálf og vill ekki fá þá hjálp sem að það þarf. Já, vill ekki vera byrði. Vill ekki vera byrði. Ég hef heyrt það svo oft. Já, vill ekki vera byrði. Vill ekki vera byrði. Já. En hvað er það sem ræður því, hvernig raðiði fólki niður? Er það þetta færnismat, heilsufærnismat sem stjórnar því hver fer fyrstur eða fer í forgangi? Já, á Íslandi er þetta þannig að það er færni og heilsumat í hverju svona heilbrigðis umdæmi og þessi nefnd er yfirleitt samastendur af lækni, hjúkrunarfræðing og félagsráðgjafa. Og síðan þurfa einstaklingar að skila sjálfur inn umsóknum og þessi nefnd fer bæði yfir hvíldarinnlagna umsóknir og svo varanlegar umsóknir. Það er mjög mismunandi hvernig þessar nefndir starfa og hvenær þar funda, hvort það sé vikulega, mánaðarlega og það er líka mjög misjafnt. Við eigum að skila gögnum hjúkrunar og læknabrifum en það er líka svona, en það er ákveðin svona checklisti, má segja, og svona stigagjöf sem að fólk fær. Þá má ég til með að nefna það þegar amma mín var 88 ára gömul, þá fekk hún svona færnismat og þá kom í ljós að hún var algjörlega sjálfbjarga. Hún gat gert þetta og hún gat gert hitt og hún gat farið í bað og eldað og hún gæti ekkert af þessu.
Er ekki líka rætt við aðstandendur í svona tilfellum? Jú, það er rætt við aðstandendur en enga síður að það er einhvern veginn svona, mér finnst ekki nægilega tekið inn það sem aðstandendur eru að gera. Af því að eins og til dæmis bara sem maður sér þetta í sveitinni, þeir sem búa svona á sveitabæjum og eru bara á sama hlaði. Oft er þetta bara þjónusta sem aðstandendur að veita bara algjörlega í formi heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Og vistunarmatsnefnd hefur alveg tekið tillit til þess sko vissulega því að eins og ég segi það er ekki þjónustustigið er öðruvísi úti á landi. Það er ekki kvöld og helga þjónusta en samt er að kemur að svo vistunar matinu sjálfu að þá sitja einhvern veginn allir einstaklingar við sama borð og það er sami stigafjöldin. Það getur nú að vera öðruvísi það ekki. Og svo er þetta í raun og veru bara raðastu þannig því herri stig því brýnni meiri þörf ertu og ertu herra þú veist það er ekki fyrst kemur færi eins og var hérna í gamla dag sko. Nei. Þá pantaði fólk sér bara á elliheimili eins og það var hér þá. En hvað er fólk að bíða lengi eftir plássi svona, þú segir það er auðvitað misjátt eftir hvar það er á landinu en svona ef þú getur talað eitthvað svona meðaldal. Það er, þú veist, ég á rosalega erfitt með að segja eitthvað meðaltal en þetta eru mánuðir. Þetta eru mánuðir. Og oftast er þetta mánuðir þegar að viðkomandi komin inn á stofnun og Já, það er ekki alls sagan sögð þó að fólk komist inn á laugadeildina, þá er ennþá bið þar. Nei, og það er engin forgangur að fara þá leiðina, sko, alls ekki. Og það, að því að það við erum líka bara, þú veist, að meta vistunarmatsnefndi líka bara, þú veist, er með fólk sem er mjög tæft í heimahúsum, þú veist, að þá vita þeir af því, þá er yfirleitt heimahjúkrun eða félagsþjónustan búin að hafa samband ef það er eitthvað breytingar og svo leis. Þú nefndir í greininni, stakk mér svolítið, hvað þessi einangrun hjá eldra fólki heima býr kannski eitt, karlmaður eða kona og það er alls konar hættur sem leynast í umhverfinu. Fólk kannski á það til að taka ekki rétt lyf, það, hvað ég segja, borðar illa og nærist illa og svo framvegis. Og þetta er við sjáum það bara einstaklingar sem eru að koma inn á bráðamóttökunum mjög slappir og svo er verið að fara að skoða málinn og þá er það kannski bara á blóðþrýstingslyfjunum sínum og sýkislyfjunum og tekur þau bara samviskusamlega eins og læknirinn sagði og slíkt en svo kannski er hann búin að vera nærastilla, búin að léttast og þörfin fyrir kannski þessi lyf aðeins búin að breytast og skammtast er þinn en viðkomandi bara slappur og skilur ekki í þessum slappleika og líka bara svona lyfja eftirlit. En er kerfið, að nefna það svo, með einhver úrræði fyrir aðstandendur sem er að bugast? Eða er þetta bara eins og hvert annað hundspitt sem fólk verður að taka? Já, ég veit ekki til þess að kerfið sjálft sé með eitthvað plan, hvað þetta var það sko, eða einhver úrræði. En vissulega eru, þú veist, þeir einstaklingar sem eru í til dæmis heimahjúkrun, að það eru hjúkrunarfræðingar sem eru ofta að sinna aðstandandum líka bara í leiðinni og aðtuga með þá. Já. Aðeins að þinni persónulegu reynslu, þú afiðinni nýlátinu, ég samrýkst þér. Já, takk fyrir. Hvernig var staðan hans? Þau byggu saman á Moafi, hann 87 ára og 88 ára, byggu í svona íbúð, nýlegri íbúð fyrir eldri, svona 55 plus á Selfossi og bara gekk ótrúlega vel. Þau voru bæði í heimahjúkrun og hann fekk aðstofi böðun heim og svo fóru þau alltaf niður í mat, það er svona matsalur sem að fólk getur komið og borðað í hádeginu. En hann var svona farin að, það var svona aðeins fara að halla undan fæti og hann var farin að gleyma og síðan dettur hann og fær slink á hnéð sem að í raun og veru verið til þess að hann leggst inn og það einhvern veginn bara svona endanlega ruglaðan alveg að vera komin inn á stofnun
og en ekki það, hann náttúrulega þá fara að vera að vesen á næturnar, það var brölt á honum og svona, þú veist, það var álag á ömmu og kannski miklu meira heldur en við aðstandendur gerðum okkur grein fyrir, ímyndaði mér svona vitandi hitt og þetta og talað hvernig eldri borgarar kvarta aldrei. Nei, það er einmitt vilja ekki vera byrði. Nei, og vilja bara svolítið standa sína plikt bara, þú veist, og hugsa maka sinn og í blíð og stríð og allt þetta, sko. En hún orðin mjög aldrið og hafið þið ekki áhyggjur af henni þá, einni heima? Jú, auðvitað hefur maður það. Maður hefur alltaf áhyggjur af fólkinu sínu og en við hugsaum, við erum sem betur fyrr, mjög samrýnd fjölskylda og hjálpum stað. Já, sko, hún verðist vera með gott bakland, en svo er ekki með alla. Þú sagðir áðan að það væri fólk sem bara ætti enga aðstandendur. Það væri eins og það ætti enga aðstandendur, hvort sem að það er staðreind eða hvort þeir kom ekki eða hvað. Já, það er allir gangur því, en það er alveg einstaklingar sem eru bara eiga fáa aðstandendur og þar lendi eru þeir í mun verri stöðu. Og engin svona sem tala þeirra máli, þú veist. Nei, tilur það séu bara þarna úti einhvers staðar einstaklingar sem að hafa engan til að aðstoða sig og geta ekki sjálfur barist í kerfinu fyrir að fá laust sinna mála. Já, alveg bara, þú veist, ég veit ekkert eitthvað svona nýlegt dæmi, en ég hef alveg fengið svona einstakling upp á spítala og eins og amma og afi tölu oft sko, hvað þið væri í raun og veru þakklátt fyrir að hafa mig og frænka mín sem er læknir og önnur sem er iðjuþjálfi, þannig að við þekkjum þetta kerfi og þú veist, gátum hjálpaði mikið og þau voru oft bara oft sagði eins og afi sagði, ég veit bara ekki hvernig þetta væri ef þú væri ekki aðstoða okkur og af því þetta er ótrúlega flókið. Já, það er það. En nú er mjög mismunandi hvað hrjáir þetta gamla fólk. Margir eru með elliklöp eins og segir og svo er náttúrulega hlutir eins og Alzheimer. Hvernig takið það á þeim málum? Það er náttúrulega, þú veist, að taka á þeim málum. Þú veist, fólk er náttúrulega, einstaklingar með Alzheimer þurfa rosalega svona rútínu og það þarf að vera umhverfi sem að þau þekkja og þú getur rétt ímyndaðir að koma inn á legudeild þar sem það er alltaf verið að setja því eitthvað, breyta til og það er verið einangra fólk og eitthvað svona færa til. Það er verið, þú veist að fá alltaf nýjan herbergisfélaga, matavagnin á fullu spanni, það er kannski verið eitthvað bras meðan nætur, ekki þessi og tala ekki aldraðir einstaklingar sem liggja bráðamóttökum þar sem bara alltaf kveikt ljós. Þetta er engin staður fyrir fólk sem er með Alzheimer eða komið með einhvers konar elliklöp, sko. En eru einhver sérstök sérhæfð úrræði fyrir þá sem eru með elliklöp og Alzheimer eða fer þetta fólk bara inn á hjúkrunarheimilinu eins og aðrir? Já, þessir einstaklingar fara inn á hjúkrunarheimili. Við erum með til dæmis á Selfossi og það eru lokaðar hjúkrunardeildir sérstaklega fyrir Alzheimer fólk eins og hérna í Reykjavík. Við á Selfossi, þegar við opnuðum Ljósema og Fossema, þá var ákveðið að Fossema ætti að vera svona meira svona Alzheimer deild. En svo var bara þörfin fyrir rými svo mikil að það var ekki hægt að skipta þessu svona, þannig að það var ekki hægt að setja þetta svona niður í lokaða deild sérstaklega, en við erum með svo dagdvalir, þær eru mjög gagnlegar í úrræðinu og það eru margir sem að fá þá sína hvíld, aðstandendur sem fá hvíldina yfir daginn, þá er einstaklingurinn að náði hann á mótnana og hann fer þá í þessa dagdvöl og er þar yfir daginn og svo er hann skuttlað heim á. Það er engin skortur á slíkum rýmum fyrir fólk að fara í svoleiðis? Jú, það er alltaf bið. Það er bara alveg eins og með hjúkrunarrýmin, það er alltaf einhver bið og það er bara ákveðin fjöldi sem þeir geta tekið og fólk hver útlitaða daga og
og stundum þú byrjar á einum degi og svo kannski eyksta og svo þegar kannski vandinn er það mikill þá er alla daga vikunar en svo kemur aftur á móti kvöld og helgarna sem að aðstandendur þurfa þá að grípa. En hvað talaði líka það í greininni þess að hvíldarinnlagnir það er náttúrulega ekki alveg að virka sem skilst mér. Nei, og það er einmitt sko þetta er svolítið svona ef að stjórnvöld segja við ætlum að hafa alla eins lengi heim og hægt er og þá verðum við að bjóða upp á eitthvað á móti og þá var hérna komið þá er þessar hvíldarinnlagnir en málið með þessar hvíldarinnlagnir að þær eru svo gagnslausar finnst mér að eina sem að þær gera er bara að hvíla aðstandendur sem er náttúrulega oft mikil þörf á en mér finnst að þessi hvíldarinnlagnir ætti við ættum að setja smá peningi það, lyfta því upp og að fólki fái eitthvað út úr því að fara að þetta sé pínu bara svona endurhæfingar innlagnir að viðkomandi kemur það bara hann hittir lækni og hjúkrunarfræðing iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa farið yfir lyfin hjálpartæki, svona eitthvað til þess að einstaklingurum fari betur á sig komin út. Er það ekki þannig? Nei, alls ekki. Þetta er bara hvíld. Fólk kemur inn og það er ekkert. Liggur bara á... Það hvílir sig og, veist, og fær bara matinn, þú veist, kemur fram í matsal, fær matinn og vissulega kannski lengri gangar en heima, þannig að fær kannski aðeins göngu eða slíkt, en það er ekkert svona, og þeir tala það sérstaklega því ég bara þekki til aðeins í dagdvölinni, þær sjá mun á einstaklingum þegar þeir koma úr hvíldarinnlögnum að færnin hefur aðeins dalað. Já, að því að þarna liggur þú bara og hvílir þig en ert í raun að vera í staðin fyrir þú varst heima, þú varst þó aðeins að fara að finna mat, fara, þú veist, og svona eitthvað aðeins að gera þannig að þeir koma verð tilbaka í flestum tilfellum. Ekki gott að heyra þetta. Ekkert öllum, þú veist, það er ekkert þetta að segja svoleiðis, en við getum gert betur en það. Mér langar líka að spyrja þig, ég hef heyrt að fólk hafi komist frekar inn á hjúkrunarheimili sem að það borgar mikla peninga fyrir. Er það staðreyndin? Sko, ég þekki það ekki. Ég þekki ekki til þess. Það er ekki svolítið svo Suðurlandi allavega. Þú veist, það er bara vistunarmatsnefnd sem að bara velur og lætur hjúkrunarheimilin fá nöfn. Og svo borgar fólk bara eftir tekjum fyrir dvölina. Já, og það er bara í höndum þeirra sko en svo náttúrulega ég veit ekki alveg, þú veist það er náttúrulega einhvers konar einkareikin þjónusta hérna á höfuðborgarsvæðinu ég þekki það ekki. Nei. En aðeins að þér, þú ert hjúkrunarfræðingur hvað var til þess að þú ákast að læra hjúkrunarfræði? Heyrðu, já, ég byrjaði sko fyrir 22 árum, þá byrjaði ég að starfa sem bara svona starfstúlka eins og ég hét þá og á ljósemum og var að vinna í sumarvinnu og helgavinnu og mér líkaði þetta bara rosalega vel en svo var ég bara einhvern veginn svona viltist aðeins á braut og fór og lærði snirtifræði og tók kennsluréttindi og kenndi þessum tíma en var samt alltaf að vinna hverja helgi á hjúkrunarheimili og líka þetta bara svo vel og svo lét ég bara draumrætast og ég fór alltaf í hjúkrunarfræði því ég ætlaði mér að opna eða stofna besta hjúkrunarheimili á landinu. Já. En það er ekkert of seint. Verðugt markmið. En hafður strax áhuga á hjúkrun eldri borgara? Já, ég hafði það og mér finnst þessi hjúkrun mjög skemmtileg og mér er alltaf fundist svolítið gaman í kringum eldra fólk og sæki mikið í félagskapin og og svo bara einhvern veginn hugsaði alltaf við getum alveg gert betur. En þetta hlýtur líka að reyna svolítið á þessu mannesku að takast á við svona erfið tilfelli. Já, auðvitað gerir það og allir sem að starfa í þessu við erum með erfið tilfelli
en maður gerir það bara betur og reynir að leggja sitt að mörgum í að gera heiminn einhvern veginn betri, eða vill allavega ég vil reyna það. Já, ertu þá ekki bara stundum svona í líki sálfræðings? Jú, eflaust sko, þú veist, og ég og verandi búin að vinna svona lengi í þessu, það er náttúrulega, þú veist, maður er alltaf að bæta á reynslu og þekkingu og mér var svona þegar ég var að vinna á hjúkrunarheimili á Selfossi og þá deyr maður hjá okkur og konan hans býður mér í jarðarförina. Hún var aðeins svona tengd mér og ég sit svona í jarðarförinni og sit frekar aftarlega og hugsa svona alveg bara hvar var eiginlega allt þetta fólk þegar hann lá inni, okkur var það ekki heimsækjan, kemur bara kveðin í jarðarför, þú veist, og ég var eitthvað svona ég ætla ekki að vera svona stundandi, þú veist, þannig að ég var svona eitthvað, og svo í minningar orðunum að þá er sagt sko, og honum fannst svo gaman að syngja í sturtu og það var bara fjölskyldan þekkt hann bara fyrir það að syngja alltaf í sturtu og ég skammaðist mér svo eftir þessi jarðarför að ég var bara svona að ég hef ekki þekkt mannin sem ég var að sinna og þess vegna og ég hugsaði bara, vá, ef ég hefði vitað þetta þá ég að fara og sungi með honum þegar ég var að baða hann eða aðstofa hann í böðun, skilurðu og þegar afi fór í nokkra hvíldarannlagnir og þá var ég búin að ég skrifaði bara A4 blað og ég bara skrifaði hver hann var hvað hann starfaði hvað hann hefði áhuga á þú veist, og þetta við veist svo mikilvægt þegar við erum að sinna öldruðum að við vitum með hvað einstakling við erum. Já, þið sýnið þeim meira heldur en svona annað en þessa faglegu hliði, sýnið líka persónulegu hliðina. Já, við verðum að gera það af því að við erum inn á heimili fólks. Þetta er heimilið þeirra og við erum þarna til staðar til þess að aðstoða þau við að sinna sínu og þá verðum við að þekkja einstaklingin. Og mér veist þetta, þú veist, að fara að starfa svona 18 ára og ég sé oft þessa krakka sem eru að koma núna að vinna. Þú veist, ég tek ofana fyrir þessum krökkum og bara, og þetta er svo mikið nestin í lífið. Maður fullorðnast svo á þess að þurfa að taka ábyrgð á okkur öðrum sjálfu sér. Og eftir ég skrifaði greinina að þá fékk ég svolítið mikið af skilabóðum frá fólki. Og þetta væri ekki bara lausnin í að byggja hjúkrunarheimili, að við þyrftum líka að gera vel inn á hjúkrunarheimilunum. Og það er það sem að ég hef líka pínu gagnrýnt, þú veist, það er alltaf, það er sko, það fylgir svo lítill peningur með þessum stofnunum. Og til þess að gera vel, þú veist, við verðum að þjálfa starfsfólkið okkar. Við þurfum að kenna þeim íslensku erlenda fólkinu sem kemur að starfa hjá okkur. Að því við vitum að það er skortur á fagfólki, en við þurfum þá að þjálfa þá sem að starfa. Er mikið erlenda starfsmenn á þessum heimilum? Já, það er mjög mikið. En er ekki gerð krafa íslensku kunnáttu? Jú, það er, held ég bara á öllum stöðum, sko. Þú veist að það sé gerð krafa og verður að vera því að það er kannski þessi kynslóð er ekki kannski mikið í enskunni, sko. Nei, það er nú það. En Þórhildur, aftur að mannlega þættinum í þínu starfi, nú er það óhjákvæmilegt að fólk deyr inn á deildinni hjá þér. Já. Og hafið ykkur, hvernig takið þið því? Það er kannski asnalegt að spyrja svona, en ég held að hljóta að vera erfitt að horfa upp á fólk sem þú ert búin að sinna mjög lengi deyja. Já, auðvitað er það og margir eru bara orðnir eins og þegar maður starfar inn á hjúkrunarheimili bara vinimann, sko. Og maður að kveðja vini sína. Og en svo er þetta líka, þetta er lík. Þú veist, maður er líka búin að horfa upp á fólkið, líða illa, vera veikjast, bara svona almenn hrörnun. Þú veist, og þá er þetta líka bara auðvitað er það gangur lífsins að fólk kveður og gangur lífsins, en það er alltaf erfitt að kveðja. Já.
það alltaf erfitt að kveðja og sama hversu undirbúið maður er sem aðstandandi til dæmis og maður veiti í hvað stefnir þá er það alltaf erfitt að kveðja minningarnar og allt svo leys. Já. Og svo náttúrulega horfa upp á aðstandendur, það hlýtur líka að vera erfitt undir þessum kringustæðum. Já, maður finnir náttúrulega bara til með aðstandendum. Já, þetta ekki einhver, sko ég heyrið alveg á þér, þetta ekki einhver rútínuvinna, þetta eitthvað sem að fólk tekur inn á sig. Já, en þetta bara starfið og maður velur sér þetta starf og þetta hluta því. Það að því að maður vill vera til staðar fyrir fólkið. Ég að velta þessu öllu saman fyrir mig vegna þess að ég var sjálf í lögreglunni í gamla daga og horfði upp á hræðilega hluti. Akkurat. Umferðarslys og dauðsföll og alls konar, sjálfsvíg og fleira. Og einhvern veginn sko, þá get ég ímynda mig hvernig það er að takast á við þetta í þínu starfi því að ekki gat ég tekist á við þetta eins og þetta væri eitthvað velrænt starf. Nei. Og þannig að þetta er starfið mitt segiru og þetta verður að gera það þannig. En svona að endingu, getur þú sagt svona, hvernig þú myndir vilja sjá þetta ef þú fengir að ráða algjörlega, hvernig myndir þú? Þetta er rosa stór spurning. Þetta er stór spurning, já, en það er ágætt að koma því út í kosmósið. Ég myndi bara vilja sjá að við myndum halda betur utanum þessi mál þegar ég er að tala þennan flæðisvanda, þú veist, það er eins og við séum bara einhvern veginn ekki með hennar stefnu í svo málum. Við vitum að okkur er að fjölga og en við erum einhvern veginn, þú veist, það er ekki bara lausnin að allir er að vera eins lengi heima, við erum að sjá það að það er ekki að virka þó að sé vissulega búið að auka einhvers konar þjónustuna en það er ekki, ennþá erum við með þessa einstaklingar sem að liggja inni allt og lengi inn á stofnunum. Ég vil sjá að við kannski skoðum einhverjar aðra leiðir. Þú veist, það eru einstaklingar sem að myndi vilja, aðstandandi sem myndi vilja hugsa fólkið sitt heima. Getum við bara að skoða kannski einhverja umönnunarbætur. Ég er með alveg fullt hugmyndum, sko. Já. Og líka bara, umönnunarbætur eru bara greiddar vegna veikinda barna, er það ekki rétt? Jú, ég held það, sko. Og hvort að sé líka ef það eru fatlaðir einstaklingar eða eitthvað svoleiðis, sko. Ég er, þú veist, ekki alveg með það á hreinu, en ég held að þarna væri hægt að væri einhver svona vingil sem væri að skoða. Svo heyrði ég líka einhvern tímann að sjúkrahúsplássið væri alveg feikilega dýrt. Er ekki verið að kasta krónin og heyrða aurin stundum? Jú, þetta væri ekki að nota þá peninga í að byggja hjúkrunarheimili, koma þessum málum í lag? Jú, en og svo aftur, þú veist, kannski er lausnin ekki endilega að byggja bara hjúkrunarheimili, þú veist, að því að við þurfum líka starfsfólk til að sinna því. Já, og við erum líka aðeins í vandræði með það, bara nú þegar. En já, ég held að væri, þú veist, legurými eru náttúrulega rosalega dýr. Já. Og ef maður horfir til Norðurlandana, bara eins og í Svíþjóð, að þá eru þau með sagt, þannig kerfi að þetta er svolítið á félagslega, þetta er á sveitafélagunum og þegar að læknar meta svo að einstaklingur hefur lokið læknisfræðilegri meðferð, þá hefur sveitafélagi 3 daga til þess að redda viðkomandi viðeigandi úrræði. Hanna þanga til að það hvar að koma dagsektir. Já. Þetta er allt svona, þú veist, þetta er allt annað kerfi heldur en við erum með hér. Greinilega. Þannig að, en það þarf eitthvað að skoða þessi mál, það þarf að skoða forgangslista. Ég vil láta skoða þessi Landspítalapláss út allt. Að Landspítalinn eigi forganginn á eins og 40 rými á Móbergi finnst mér ekki í lagi þegar við erum með 97 manns að bíða hjá okkur á Suðurlandi. Og ég vil sjá, og líka svo ég komi því að ég veit að það eru hjúkrunarheimili sem eru með laust herbergi að fá ekki greitt
fá ekki greitt frá ríkinu? Já, sem sagt, þá það ríki sem að, þá þetta í þessum flæðisvanda, þá var ákveðið, sem sagt, þá voru þessi heimili sem voru að sækja svona, herri, við erum hérna með 1 pláss, við getum tekið auka. Og þá greiddi Sjúkratrygging svona sérstaklega fyrir þessi rými og gerði samning. Og fyrst voru þetta svona 3 mánaða samningar þar sem að stjórnendur þessa hjúkrunarheimili þurftu svo alltaf endurnýja á 3 mánaða fresti og við vitum bara það sem að það mjög erfitt að reka hjúkrunarheimili þegar að samningarnir þarf alltaf að virkja samningan á 3 ára fresti. En nú þetta á ársfresti þessi auka rými sem að þessi Ég hefði nú kallað þetta flækjustig. Þetta rosalegt flækjustig og ég held líka bara að það svo að sé bara enginn einhvern veginn að halda utan þetta. Það vantar einhverju svona yfirsýn og já. Já, mann fyrsta stundum að vanti svona alveg heildar yfirsýn yfir alla málaflokkin. Það eins og önnur höndil sé að gera eitthvað sérstakt og hinn höndil sé að gera eitthvað sérstakt og það tala ekki saman. Já. Þau má orðaða þannig. Ég bara algjörlega sammála. Já, en þú ert hvergi nærri hætt og ég ætla nú rétt að vona að það fari enginn að gera sömu hluti og fóstbræður fórum þetta. Nei, guðra bæði, það byrð fólk ekki að gera það. Auðvitað var þetta grín og allt það, en öllu gríni fylgir ákveðin alvara, þannig að þetta er málefni sem að snertur okkur öll, því að við erum á fyrir okkur öllum að liggja eldast og ég man bara eftir þú talar stórir árgangar. Þegar ég var í Gagnfræðaskóla þá voru 8 bekkir á mínum aldri, skilur, og nú ég komin á eldri borgaraldur, þannig að það má alveg rekna með því að það verði heilmikil þörf núna framöndan. Já, og svo móti kemur, ég alveg bara hef virkilega áhyggjur að því, bara svo að kynslóðin sem á að hugsa þig. Við erum kannski bara svo upptekin í golfferðum og annað, það allir svo busy. Já, það alveg rétt. Þannig að þetta eftir að verða bara enn meira vandi. Kannski þarf líka að taka svolítið á þeim málum og láta fólk átta sig á því skildum sínum gagvart þeirri kynslóð sem að ólðu upp. Akkurat, við þurfum líka kannski aðeins að fara að stíga meira fram. Nákvæmlega. Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir komin og gangið vel í þínu mikilvæga starfi. Já, takk kærlega. Takk fyrir mig. Við hittum svo aftur að vikuliðinni og þá fjöllum við málefni Alzheimer sjúklinga. Verið sæl. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það hefur sumpart verið svolítið nöturlegt að fylgjast með félagsmiðlum síðustu daga. Mér líður eins og að þingmaður Miðflokksins Snorri Másson hafi kannski náð að opna einhverjar nýjar æðar með þeim ummælum sínum að kynin séu bara 2. Snorri jú ekki gamall forpokaður kall og upplýstur, hann ungur og menntaður maður, hann hefur rétt á eigin skoðunum vissulega þótt þeir séu vondir, segja margir, en þeir eru ýmsir sem fordæma svona tjáningu og við erum að velta fyrir okkur áhrifum þeirra. Við heldum kannski að nú væri breyttir tímar í ljósi aukinna upplýsinga, fordómaleysins, mannréttinda, en ég hef séð á meðal minna Facebook-vina fólk hampa það sem ég kalla hatur og árásir gegn fólki í viðkvæmri stöðu sem að vera svona innblásið af ummælum Snorra. Og þótt blaðamenn sem hafa fjallað hvort þessi þingmanni sæmandi að ræða málum með þeim hætti sem hann gerir með gaggrínum hætti, þá eru þau líka til sem að segja bara rangt hjá fjölmiðlum að gefa svona röddum vægi. Segja að það geti ýtt undir en frekari fordóma. Það eru mjög margar spurningar sem að
allavega í mínu höfði og ég kann ekki svara þeim en mér datt í huga að fá væru betur til þess fallin allavega að reyna að bregðast eitthvað við svona þessum álitefnum sem ég hef nefnt hér í inngangnum en Arna Magnea Dangs transkona, vertu velkomin til okkar. Já, ekki fyrsta skipti. Nei, ekki hér að rauða bóðinu. Já, ég nú yfirleitt sko, það að vera trans bara eitt af því sem ég er. Já. Þannig að ég nú aldrei verið kynnt sem Arna Magnea Dangs transkona áður. Ég lærð leikona, áhættuleikstjóri, grunn- og framhaldsskólakennari, fyrirlesari. Ég er svona klára að leggja lokahöndina á mastersverkefni í kynjafræði. Já. Þannig að brátt get ég sagt að ég sé kynjafræðingur líka. Já, frábært. Sem eru fræði sem að þetta anti-woke fólk segir að sé náttúrulega bara, þú veist, sprottið frá djöflinum. En sko, trans er ekki nýtt. Nei. Verið kallað alls konar nöfnum í gegnum tíðina og í gegnum bara söguna. En alveg bara til svona vöggu siðminningar í Mesopótamíu fyrir svona milli 5 og 6.000 árum síðan. Já. Að þá voru til dæmis hofgeðjur, geðjunar Ístar, að þetta voru þá einstaklingar sem að voru hefðu fengið útlutað karlkyni við fæðingu en lifðu allt sitt líf sem konur. Já. Og Ístar sem var til beðin í 2 til, svona 3.000 ár og það eru ennþá svona trúarhópar í Miðausturlöndum sem að svona aðhyllast þessa trú sem er stundum kallað Anunnaki og þannig að þú veist þá var transfólkið talið heilagt á Indlandi. Hyrja á Indlandi voru transkonur sem hafðu það hlutverk að vera oft ljósmæður og þær hafðu það hlutverk að sjá hofinn, það er að segja fyrir alls konar guði og meðal annars sáu svona munaðleysingjahæli. Hæli er náttúrulega ekki fallegt orð en svona heimili fyrir munaðlaus börn. Og götubörn og voru taldar heilagar alveg þannig til Bretarnir tóku yfir Indland og Pakistan og þá breyttist það breyttist allt með nýlendustefnunni og þessi hugmyndafræði að bara þessi 2 kyn að í sögulegu samhengi er hún tiltölulega bara 9 nálinni. Já. Meiri segja í svona trúabókum gyðinga þar að segja þá viðurkenna þær 7 kyn. 7? 7. Já. Og sko kyn eins og það fer alveg líka eftir tungumálinu. Hugsun og tungumál fer alveg saman og hvaða hugmynd þú farið í kollin þegar þú segir orðið kyn. Á ensku er þetta sagt sex og gender. Hérna er bara oft tala kyn og þá er bara átt við eitthvað eitt. Við höfum nota orðið kynvitund því að sko að þetta er þannig að vissulega líffræðilega er fjölbreytileikinn líka mjög stór og til dæmis geta einstaklingar sem eru með XX litninga að þeir geta að því að þeir eru með gen sem heitir SRY að þá þróast þeir sem karlmenn og geta orðið feður og lifa bara allt sitt líf sem karlmenn og veit ekki að þeir eru með XX litninga og það er nú bara þannig að það er frekar dýrt að skoða litninga á hverjum einastu mannesku og þannig að við vitum ekkit í raun og veru hvað stór hluti er með líffræðilegan fjölbreytileika. Við vitum að það sem er kallað intersex í daglegu tali eru þeir einstaklingar sem eru með ódæmigerð kyneinkenni og þeir eru 1,7% af mannkyninu. Þeir eru jafnstór hópur og bara þú veist þeir sem fæðast með blá augu og rauðhærðir. Og og það var áður að
börn sem að fættist með ódæmigerð kynenginni, foreldrarnir völdu fyrir börnin fyrirfram og síðan kannski ólust börnin upp og þjáðust að því þau voru það var valið vitlaust fyrir þau. Og þess vegna notum við þetta orð úthlutað kyni við fæðingu. Vegna þess að þú getur ekki hort inn í hugan á hverjum og einum og séð nákvæmlega hvernig viðkomandi alveg eins og þú getur ekki séð við fæðingu hvort að viðkomandi örvhentur. Þú getur ekki séð við fæðingu hvort að hann eða hún eða hann með einhverfu. Svona taugafræðileg frávik frá heildinni hafa ekkert minna vægi heldur en heildin. Og í náttúrunni eru alls konar frávik. Þetta leið rauninni náttúrunnar, móður náttúru til þess að þróa sig áfram. Og sko ég á frænku sem 73 ára. Þegar hún var í skóla, hún örvhent og ég á son sem örvhentur. En hún skrifaði lengi og borðaði með hægri að því hún var nýtt til þess í skóla. Hún ekki eldri en þetta. Meðan við vorum að neyða börn sem voru örvhent að skrifa og borða með hægri hendinni og þá var notað alls konar afsakanir, sömu afsakanir og hafa verið notað fyrir að transfólk sé svo hræðilegt að þú veist að þetta var bara ílska, þetta var á móti guði, þetta var ónáttúra og alls konar svona mjög fáraleg og rök sem að voru bara rökleysa. Og það ekki lengri síðan og þá var talið að 1-3% mannkyns væri örvhent. Núna, bara mjög fljótlega eftir að við hættum að vera svona, hvað við segja, mannþroska að níðast á börnum sem voru örvhent, þá raukut upp í milli 12-13%. Það er kringu 13% í dag og síðan náðu það jafnvægi. Það sama gerist með allt sem er bannað og þvingað og að þú veist leið og það hætti að vera þvingað og bannað og bölvað þá náttúrulega aukning vegna þess að það fleira fólk sem bara hefur upplýsinguna, það uppgötar fyrir hvað það og hvernig það og hvað það en samt sem aður, þrátt fyrir að það sé aukning þá ekki talið nema að það sé svona frá 0,2 og upp í 1% eftir samfélagum af transfólki í heiminum. Þú veist, öllum heiminum. Og það að það skuli vera að eyða svona miklu púðri í að ráðast á minnihlutahóp sem faktískt séð minni heldur en, þú veist, rauðart fólk. Þú veist, bara helmingurinn á rauðhærðu fólki hefur hugsað út í það. Hérna á Íslandi til dæmis transkonur 0,2%. Að það segir sig bara sjálft. Þú veist, við erum ekki nóg. Það bara engin nóg neinstar, þannig akkur verið að ráðast á okkur. Það vegna þess að alltaf þegar stjórnmálamenn, og ég hef sagt þetta áður hér og annars staðar, alltaf þegar stjórnmálamenn hafa engin svör við svona aðkallandi vá og vandamálum í þjóðfélaginu, þá finnar bara blóraböggul. Þeir gerðu þetta í 1933 í Þýskalandi. Þeir byrjuðu á því að brenna bækur ráðast á Magnús Hirschfeld stofnunina sem var stofnun sem rannsakaði meðal annars fjölbreytileika kyns og kynvitundar og það voru fjölda aðgerðir á milli 1920 og 30 í Þýskalandi kynstaðfestandi aðgerðir gerðar. Síðan var þessi tækni flutt til Danmörkur og víða annars staðar en þau sem dó ekki í útrýmingabúðum nasista sem voru kynsegin og hinsegin og trans að þau flúðu náttúrulega eins og allir aðrir en sagan bara þurrkaði þetta fólk út lengi vel að því að stærsti hópurinn sem að lendi í því að fara í útrýmingabúðir voru gyðingar 6 milljón gyðingar sem fóru í útrýmingabúðir og nú þegar þú veist sama öfga hægra fólkið að segja að það sé kjaftaði þeirra mótmáli því þó að það sé enga síður staðreynd en það var líka aðrir það var samkynhneigt fólk það var fólk sem að skilgrinni sig sem hinsegin en ekki samkynhneigt það var transfólk það var kynsegin fólk, það var rómafólk það var allt svona og eflaust örvhendi líka þannig að þetta nákvæmlega sama og þessi fasismi hann gengur í hringi og kemur upp aftur og aftur
þegar ríkisstjórnir eða svona pólitíkin í hverju landi eða heiminum ræður ekki við aðkallandi vandamál og vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag er risastórt og það er náttúrulega hnattlínun og hverjir eru fyrst og fremst ábyrgi fyrir hnattlínun, það er ekki almenningur. Við erum ábyrg fyrir cirka 5%. Þrátt fyrir segjum að við séum öll á bíl, þá er það 5-7% sem að ábyrgin liggur hjá okkur. Restin liggur hjá stór fyrirtækjum, olíufyrirtækjum og alls konar fyrirtækjum sem að nýta sér olíu á einn eða annan hátt. Jafnvel þeir sem framleiða rafmagnsbíla, þeir eru að flytja íhlutina með olíuskipum fram og tilbaka. Þannig að það er ekki reynt að vera á rafmagnsbíl. Þegar þegar raforkan er framleitt eins og víða hvar í Suður Afríku 90% af raforkunni er framleitt með kólasalla. Þannig að þá ertu bara kólabíl. Já, og ef það er hluti af hægri flokki sem talar fyrir hagvexti umfram öðru sem margir vita er ósjálfbær náttúrulega til framtíðar, þá kann að vera freistandi einmitt að finna svona blóraböggul eins og þú nefnir. Já, vegna þess að það hættulegasta sem að gerist gegn svona valdstjettum, hvort sem að núna er, einu sinni voru það lensherrar sem að réðu lögum og lofum og síðan eru það í dag stórfyrirtæki sem eru reyni með bara stjórnmála fólk í vasanum meira og minna, þeir kosta barátuna þeirra, fjármagna ákveðna alþykismenn hingað og þangað og þessi stórfyrirtæki að þau eru ábyrg fyrir einhverjum hlutum og það er þeirra skylda sína fram á hagnað. Við búum á einni plánetu og auðlindir okkar eru takmarkaðar. Það er ekki þannig, sama hvað fólk segir, að þegar við erum búið með þessa plánetu þá fyrir við bara yfir á næstu. Og ég meina ekkert dýr haga sér svona. Kannski vírus eða baktería haga sér svona, en ekkert dýr haga sér svona. Þannig að þessi græðgi er að fara með mannfólkið og við þurfum þetta ekki allt. Við getum haft það bara mjög gott og það er bara margar rannsóknir sýnt það og starffræðingar sýnt fram á það að bara ef að heimurum myndi hætta hergagnaframleiðslu. Ekki leggja niður her eða hætta að nota vopnin sem eru með, bara hætta hergagnaframleiðslu eins og hún er í 1 ár og nota peningin í svona mannúðlega eins og uppræta fátækt, virkja og hreinsa upp vatn og brunna og fleira. Það er þetta að útrýma fátækt í heiminum á 1 ári. Ég hefði átt að biðja þig að vera hérna fyrr í dag þegar ég stóð fyrir umræðum umhverfismál og með 3 sérfræðinga. Það sem þú ert að segja núna finnst mér eiginlega að toppa allt það sem kom frá mig á sérfræðingunum. En ég ætla að biðast bara afsökunar á því að mér hafa vorið ábótavant í kynningunni. Nei, mér finnst þetta bara smá fyndið. Ég hef aldrei verið kynnt svona því að ég á börn og ég er kennari og ég er bara manneskja og bara trans er bara eitt af því. Já, og kynvitund þín eða sem sagt þitt kyn, það skilgreinir þig ekki sem mannesku með nokkrum hætti. Nei, ekkert frekar en að það sé eitthvað merkilega að vera eitt kyn heldur en annað og það er það sem að náttúrulega feminismin gengur út á. Hann gengur ekki út á að konur séu aðri en menn. Hann gengur náttúrulega út á það að við búum við jafnrétti og við stöndum jafnfætis. Ástæða fyrir því að það var sett reglugerðir þar sem að fyrirtæki og stofnanir þurfti að vera með kynjakvóta var að þessu við sáum fram á að þetta yrði ekki sjálfbært. Það er tilhneiging fyrirtækja og það er tilhneiging stofnana að ýta undir karllæga stjórnun. Því að það eru kallar og þeir vilja fá aðra kalla og það einmitt að þessu allstaðar. Og ef að það er ekki einhver svona kynjakvóti og það þarf að vera á fleiri stöðum.
kvikmyndaðinaðurinn, sem leikkona og sem átuleikstjóri unnið mikið í kvikmyndaðinaðinum. Það allar svona konur sem eru leikstýra og gera bíó, það segja að það taki svona 2 sinnum lengri tíma, jafnvel 3 sinnum lengri tíma fyrir þær að fá verkefni fjármögnuð á við karlkyns leikstjóra. Það segir svona sögur. Já, pluss að bara alls konar sögur og annað eru sagðar, en bara brot er sagt af hinsegin fólki. Við sjáum okkur eiginlega aldrei í sjónvarpinu, og ef við sjáum okkur í sjónvarpinu þá fara þessi sömu miðflokksmenn og fylgjendur þeirra að kvarta og kveina, eins og þessi heimsendir að því að þú veist að Jói á 2 mömmur, þú veist, en þeir veist ekkit að því að sína bara í ofta tíðum á bara þau slikku við barnatíma gagginhegð pör vera að kissast og kjassast og hvaðina en ef að samkynhneigt par helst í hendur þá allar allt koll að keyra. Þetta er náttúrulega það sama erum við að sjá í transumræðinni þegar þau segja ekkert barni trans. Málið er að vísindin eru nær því að útskýra akkur við fæðumst trans heldur en akkur við fæðumst örvhent. Og þetta er taugafræðilegur frávik. Þú veist, kynvitundin er heilafræðileg og alveg eins og við erum einhverf eða með ADHD eða örvhent að þá fæðust við trans, við verðum það ekkert. Þetta er ekki þannig að við ákveðum að verða. Eina sem við ákveðum er hvenær við ákveðum að gefast upp fyrir okkur sjálfum. Hvenær við metum það svo að það er betra að lifa við þessa fordóma og þessar árásir og þetta hatur heldur og vera við sjálf heldur en að vera kapna bara inn í skápnum. Og mörg okkar komast ekki út. Mörg okkar deyja inn í skápnum. Ég hef átt vinkonur sem voru þú veist með annan fótinn úti og voru búin að vera rembast við að vera þar sjálfar og gáfust upp út af fordómunum fáfræði. Sko það er engin ekkert mengi sem að hefur jafn mikla svona sjálfsvíðstíðni eins og transfólk. Það er 50%, 47-48% sem hafa reynt eða framkvæmt sjálfsvík. Og það er ekki vegna þess að það er eitthvað slæmt að vera trans. Þú veist, ef þú farið heilbrigðisþjónustu við hæfi, ef þú farið skilning og virðingu sem hverjum manneskja, það er bara ekkert, þú veist, verra að vera trans en að vera, þú veist, cis. Og það er ekkert verra, frekar en það er verra að vera samkynhneigður heldur en gagnkynhneigður. Frekar en það er verra að vera örvhentur en rétthentur. Þú veist, þetta snýst fordóman í samfélaginu og fáfræðina. Og þegar stjórnmálamenn, og ég tala ekki ungir stjórnmálamenn sem ætti að vita betur, að er að ýta undir hatur, þá spyrir maður sig akkurri, hvað græðar á þessu? Eru þeir að reyna að fá einhver ódýr atkvæði frá fólki sem er reitt? Og það getur verið reitt út af alls konar hlutum. En það er bara ekki transfólki að kenna ef að það hefur á einhvern hátt ekki fengið það sem það eru viljað. Alveg eins og við erum að kenna börnunum að bera ábyrgð á okkar eigin hegðun, bera ábyrgð á því hvernig manneskjur við erum, hvernig við komum fram með aðra, að reyna að vera besta útgáfan af sjálfum okkar, að sýna öllu fólki, sama hvað það gerir, virðingu. Og það sé engin munur á því hvort að fólk sé, þú veist, skólastjóri eða ræstingaraðili, það ber að sýna öllu virðingu. Að fólk sem er svona reitt, það er búin að tapa allir í virðingu, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum. Og það er að leita að ykkur til þess að geta verið reitt út í, en það þarf kannski að horfa svolítið á sjálfan sig og vinna í sjálfu sér og fá hjálp. Því að þú veist, þetta fólk klárlega þarf hjálp. Sko nú hefur þú nú þegar náðað nýta þetta tækifæri að ég býðir hér að þessu rauða umræðuborði vegna skrifa Snorra. Nú hefur þú þegar náðað snúa vörn í sókn, þú ert búin að upplýsa mig og þá sem er að hlusta og horfa á okkur
mál sem að mér finnst mikill akkur í og ég nefni það vegna þess að við fjölmiðlamenn við þurfum ofta að taka ákvarðanir og erum ekkert alltaf að taka réttar ákvarðanir þegar til dæmis kemur að spurningunni hvað á að skrifa frétt og hvað ekki. Og Facebook feedið mitt eða sem sagt vinahópurinn minn á Facebook sem fjölbreyttur og ég þekki ekki nema pínlítið brota á honum að ekki persónulega að sko þar hefur eins og ég nefndi í inngangnum svolítið komið fram sú rödd að fjölmiðlar eigi bara ekki vera að hafa eftir svona íhaldsamar vondar skoðanir eins og Snorra en það er pínu flókið og erfitt og varasamt sko ef þú ætlar að fara að handvelja sem fjölmiðlamaður eða blaðamaður hvað frétt, hvað var sagt og svo framvegis þannig að ég held að flestir svona sem hafi nef fyrir fréttum þeir skrifi frétt ef maður í valdastöðu lætur út úr sér ummæli sem eru verulega orka verulega tvímælis og verða fréttnami í ljósi þess en hver þín skoðun? Til dæmis Felix Bergsson hann brást dálítið vel við þessu og hann setti í samhengi flugferð hann hafði setið með bandarískri konu sem að var að ræða hvað það bara að vera kona í Bandaríkjunum væri að breytast með lítið til þess að þær þær væri hættu með aukinni hættu að vera fyrir ofbeldi vegna þess að þar hefur náttúrulega þróunin verið með hætti sem að við þurfum ekki að skýra mikið en afsakaði þessi mörgu orð og þennan langa innganga spurningunni en sko ámar að skrifa fréttir svona ummæli sko alveg eins og ég segi við börnin sem ég er að kenna við höfum ótakmarka frelsi svo framalega sem að við skerðum ekki frelsi annara og þegar þú ert að skrifa frelsi þegar þú ert að skrifa fréttir þá verður það náttúrulega að spyrja þig þeirra spurningar ég með þessari frétt að skerða frelsi annara með því að nýta mitt frelsi sem fjölmiðlumanns ég þá að skerða frelsi einhvers annars til lífs, til hamingju til þess að verða ekki fyrir aðkasti og hatri við myndum til dæmis ekki í dag, ég vona ekki ef einhver var að gefa út bókina Mein Kampf í dag við myndum ekki gera úr því stór frétt og þar með auglýsa bókina og ég vil hvetja til þess að fólk myndi lesa hana eða tilíka sér hana eða ég vil nota hana sem kennslugagn í skóla á sama skapi þurfum við að bera ábyrgð alveg eins og börnin okkar læra að bera ábyrgð þá þurfum við sem samfélag því að engin okkar eiland við erum hópdýr sem treystum á hvert annað samvinna skiptir sköpum og engin samvinna getur leitt til góðs nema það sé samkennd og það sé ábyrgð og það sé virðing og ef þú skrifa frétt og hún ýtir undir ofbeldi þá leið ertu búin að taka afstöðu með ofbeldinu með því að einhver viðkomandi hópur verði fyrir enn frekara ofbeldi þannig ef þú ætlar að skrifa fréttina þá verður og þú vilt endilega segja frá þessu þá verður að taka afstöðu þá gegn þessu ofbeldi þá verður að hafa það með í skrifanum því að sko fréttaflutningur getur aldrei verið falið sig á bak við hlutleysi þegar ofsóknir að ræða þú getur ekki verið hlutlaus þegar þú horfir upp á það að það sem að viðkomandi að segja eða gera skerði líf og heilsu einhvers ákveðin hóps. Já, mér dettur í hug sko varandi þetta með Mein Kampf að rútíneraður blaðamaður reyndur blaðamaður, hann myndi velta fyrir sér hver að skrifa Mein Kampf og ef það væri bara einhvers svona nobody þá að sjálfsögðu þið ekki snert á því en ef til dæmis Snorri Másson væri að skrifa Mein Kampf
að þá yrði það fjallað og svo líka þessi skóli blaðamennskunar að blaðamenn segja frá, þeir segja frá en þeir eru ekki að leggja persónulegt mat á það sem þeir eru að gera en ég líka sammála að það náttúrulega verður aldrei neitt fullkomlega hlutlaus og ábyrgð fjölmiðlamanns fjölmiðlafólks er kennd í kursum ef þú leggur stund á blaðamennsku og það svona komið aðeins inn á þetta sem að þú ert að nefna en margt af þessu mjög flókið og fólk mjög ósammála sé ég til dæmis þá fyrrverandi þingmaður Jódís Skúladóttir hún hefur tjáð sig það að við sem séum bara nota Facebook að félagsmiðla bara í umræðu Snorra og ummæli hans við sem á villigötum þannig að sko þetta nær allt frá því að það sé skylda blaðamanns og fjölmiðla að fjalla ummæli eins og þessi af því þau séu sannlega fréttnam og svo sé það annara að taka afleiðingunum upp í það að við lesum brýningu það að meiri segja við í okkar persónulegu tjáningu ættum að láta þetta eiga sig. Það sýnir kannski margar hliðar á svona málum ekki satt. Fyrir mér það finnst mér þetta raunni sko ég ekki blaðamanneskja þá ég sé margt það ég það ekki en þú veist fyrir mér þá getur líf og heilsa fólks aldrei bara fallið undir skoðun. Þú getur ekki verið að halda einhverju fram sem að veldur öðrum tjóni. Þá getur alveg eins sagt, heyrðu, núna ætlum við bara að mæta heim til Örnu og grýta hana. Af því við erum ósammála því að hún eigi að fá að vera til. Ég hef alveg heyrt fólk segja það að ég eigi ekki fá að vera til. Ekki það að þau sko, þú veist, ég til ég bara gangandi sönnu þess að trans til ég til og þú veist, ég hugsa þess vegna ég út frá heimspekinni og ég og þess vegna ég bara lifandi sönnu þess að trans til en það fólk sem segir ég eigi ekki að vera til og ég eigi ekki að fá að vera til og ég eigi ekki að hafa sömu mannréttindi og aðrir það að skerða mín mannréttindi að ég minna virði sem manneskja en aðrir stundum eru þetta ábyrjandi einstaklingar í þjóðfélaginu og blaðamenn, fréttamenn þeir taka þetta upp og gera frétt úr þessu aðeins einu svona að tala við mig jável taka upp af fésbókinu minni eða eitthvað starf annar staðar þannig að mér finnst siðferðislega skylda okkar allra, ekki bara blaðamanna okkar allra, að staldra við og ég reyni jafnvel sko með þú veist verstu og öfgafyllstu einstaklingarna sem að segja það að það ætti nú hreinlega bara að draga mútið skúr og skjóta mig að ég reyni yfirleitt alltaf að vera málefnaleg það eina sem ég hef í höndunum þegar þeir fara alveg yfir strikið að ég get blokkað þá þannig ég hvet bara öll sem að vettlingi geta valdið þegar einhvern svona mætir og ef hann á vinnalistanum bara blokkan en það svo hættulegt að þetta verða einu röddinar þessi reiðu einstaklingar sem hafa ekkert þú veist, sem get ekki unni úr reiðinni sinni að þeir eru þarna inn á athugasemdakerfum fjölmiðlana að níðast á minnihlutahópum ekki bara transfólki heldur bara þú veist öllum minnihlutahópum það verðist bara, þeir eru bara reiður út í allt þetta stundu kallað sko reiður maður öskrar á skýin og þetta bara fólk sem statt þarna og við sem að erum þú veist að svona reyna að svara við erum ekki að reyna að svara þeim við erum að reyna að svara fólkinu á miðjunni sem að þekki kannski ekki transfólk þekkir ekki til og ef það fær bara reiðurættinar þá fer það að trúa því mitt val sem fjölmiðlamaður líka snýr að því að ég hafna að við séum að ræða einhver ógeðsleg komment sem að hafa sprottið upp á þessu þar hef ég val en það kannski flóknara með fréttaflutningin mér langar aðeins að segja þér sko eða bara lesa
með þér hérna nokkra punkta sem að Felix Bergsson hérna líkur sinni góðu Facebook-ferslu á. Hann náttúrulega að sneiða að Snorra. Mér finnst rökin. Hann nefnir, mér finnst kynin bara að vera 2. Mér finnst íslenskar konur ekki eignast nógu mörg börn. Mér finnst ekki vera nein hatursorðræða eða bakslag í málefnum hinsegin fólks. Mér finnst ég vera mjög frjálslyndur. Mér finnst ég mega segja hvað sem ég vil. Svo kemur, mér finnst þú ekki mega vera það sem þú ert. Þetta dálítið hérna áhrifamikil. Þetta hérna, þessi nagli ekki bara beint á hausinn? Jú, þetta náttúrulega það sem að fólk segir, ég má hafa skoðun. Ég má segja það sem mér finnst. Og fólk oft vitnar ykkur YouTube-myndbönd, þú veist, ekki einhverja ritrindar fræðigreinar. Eða það vitnar í barnaskóla líffræði, einfaldaða líffræði. Alveg eins og við kennum ekki flókna starffræði í grunnskóla. Förum ekki, þú veist, í sínus og kósínus eða bara, þú veist, förum ekki að reikna út eins og í kjarnorkueðlisfræði í 5. bekk. Að þá erum við oft með mjög svona, hvað segja, einfaldaða útgáfu af líffræði í grunnskólum. Nú sem betur fyrir eru kennarar sem kenna árið náttúrufræði og samfélagsfræði greinar að þeir eru fannir að samt að stækka mengið. Þau eru ekkert að útskýra fyrir börnunum í smáatriðum. Þau eru bara að segja að líffræðilegu fjölbreytileiki staðreynd. Hann staðreynd í náttúrunni og hann staðreynd hjá mannfólki alveg svo hann staðreynd hjá öðrum dýrum. Og líffræðilegu fjölbreytileiki mikilvægur vegna þess að þannig lifa tegundir af áfram með því að þróa og prófa sig áfram. Það getur vel verið og nýja rannsóknir sína fram á það að eilitningurinn verði ekki til eftir cirka 1000 ár. En við hættum ekki að búið til börn. Það verður bara SRI-genið sem að ræður því hvernig þú þróast og getur tengt sig við X-litninga að hann mun gera það verkum að bara sumir XX einstaklingar geta þróa með sér kynfæri karlmanns og líffæri karlmanns, innri og ytri og geta átt feðra börn. Þannig að þú veist, litningar einir og sér ekki nóg til að útskýra það og það eru einstaklingar sem eru með XXX og XXY og þú veist, og veist þú hvaða litninga þú ert með? Ekki veit ég hvaða litninga ég er með. Við förum ekki til litningapróf. Það ekki, börn ekki sett í litningapróf við fæðingu og það engungu ef að útvortis einkenni eru það mikil, þá eru þau dæmd intersex. Eða að við kynþroska að það komi upp einhver ákveðið vandamál eins og að þau bara breytist ekki og þá farið að skoða og þá getur verið að til dæmis að eitthvað gen sé óvirt og þau þroskist ekki hvorki sem karl né kona. En kynvitund og líffræðilegt kyn, þó að líffræðilegt kyn sé vissulega flókið, ekki nákvæmlega það sama. Kynvitundin tengt, þú veist, ég hugsa, þess vegna ég. Hún í huganum. Og alveg eins og það hefur sýnt að 3-5 ára börn, að þau fara að verða meðvituð sitt kyn. Þetta gerist á aldrinum 3-5. Það sama gerist hjá transbörnum. Þau fara meðvituð það að hlutinni sé ekki í lagi. Ég var rétt tæplega 4 ára þegar ég hljóp til mömmu og sagði, mamma, ég ekki í speglinum. Ég tengdi ekki við mig. Sterkt. En ég fæddist 1970 og það átti að laga mig með hörðu og með biblíunni, ég segi stundum með biblíunni í annarra hendi og bara bleið í hinni. Og það átti að berja mér homman, því það var það sem að faðir minn hélt að ég væri. Og þú veist, og þetta veldur því að maður treður sjálfum sér inn í skápinn. Maður fer að trúa því að maður sé eitthvað svona geðklofi en það breytir því ekki að þetta innræð með þér og þú ert í stöðu baráttu og það ekki fyrir en þú ert raunni, þú ert algjörlega brunnin út á öllum ykkstöðum
að þú bara þú vilt ekki lifa lengur. Og það á þessu tímapunkti sem að mín kynslóð oft og tíðum kemur út og oft miklu seinna. En ef að við hefðum búið við sömu þekkingu og börn í dag, þá hefðum við verið að koma út sem börn. Já. Það hefði verið tekið á mót okkur sem börn, því að transbörn eru vissulega til. Og það sem við erum að gera, þú veist, sem erum að berjast fyrir réttindi transfólks, þegar fólk eins og Snorri Másson segir láti börnin vera, þá segir ég bara láti transbörnin vera. Vegna þess að þið eru að skapa þeim áratuga þjáningu með því að leyfa þeim ekki að vera það sem þau eru. Þú breytir ekkit sískynja barni sem er ekki trans, í transbarn. En þú breytir líka ekki transbarni í sís. En með ofbeldi, andlegu og líkamlegu, getur þú neytt þetta transbarn til þess að búa inn í skapnum í sjálfsökun og skömm og vanlíðan, jafnvel á endanum tekið sitt eigið líf, áratugum saman. Það það sem að þetta fólk vill gera. Það vill neyða transbörn inn í skápinn. Heyrðu þér ekkert afleiðingar þess? Ekki neitt. Og þau telja sjálfum sér trúum að þau séu að gera það réttaðu stöðinni vegna þess að það það sem við köllum forréttindablinda, að þau miða út frá sjálfum sér. Þau miða út frá sínum sannleika og þau segja ég og mér, þú veist, mér finnst og ég trú ekki. Nei. Akkur ekki, vegna þess að þau sjálfur ekki trans. Og kannski miðaðu orðræðu sína að einhverju leiti við bara markashóp, bara hluta þessa fólk sem þú voru að tala um, þetta reiða fólk sem kannski finnur fyrir ein vanmætti í gagnvart einhverju og bara velur að sameinast að hafa illa skoðun, vonda skoðun, hata eitthvað ákveðið. En annað sem ég langar að spyrja þig út í, það sko að því þú nefndir Biblíuna og þína eigin bernsku og pappaðinn. Þekkirðu það? Sko þeir sem að ganga lengst í málflutningi með auðvitað kynni bara 2 og berjum homman og þessum og allt það, yfirleitt stutt í einhvers konar biblíu eða einhver trú? Eru menn mikið að skáka í skjóli trúarinnar þegar þeir eru að viðra vondar og hættulegar skoðanir? Það náttúrulega, þú veist, sko, eins og með allt annað, þá ekki þetta alhæfa. Og þetta reiða fólk sem ég kalla, að það reitt af mismundi ástæðum. En sum þeirra, þau nota biblíuna, alveg óspart. Og þau koma með sko, þau búa til sinn sannleika. Því að sko Jesús sagði ekki neitt transfólk, bara ekki neitt. Og Jesús, hann talaði aftur á móti að koma vel fram við annað fólk. Hann talaði um virðingu. Hann talaði um kærleik. Hann talaði aldrei að beita annað fólk ofbeldi. Það hefði væntanlega verið í hans karakter að tala mjög vel transfólk ef hann hefði vikið orðið að því samanber annað í hans viðþórum, ekki satt? Ég meina, þú veist, lærisveinar hans voru allir týndir í því sem það voru að gera og leituðu til hans. Þeir voru mjög leitandi. Þeir voru að leita að einhverju öðru. Þeir höfðu þörf fyrir eitthvað annað. Besta vinkona hans var kynlífsverkakona. Þannig að þú veist, hann var svo langt í frá að vera fordómafullur sem eskar verið. Þessi einstaklingur og þegar fólk að vitna í hann og hann hefði ekki viljað þetta þá hefur fólk bara ekki lesið sér til pluss að bókstafstrú að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að sko að þetta eru margar þýðingar úr alls konar frumtextum. Það ennþá verið að finna svona týnda frumtexta eða frumtexta sem að jável kaþólska kirkjan hélt leyndu að því að það hentaði þeim ekki og allavega það ekkit ein bók sem allur sannleikurinn. En kjarninn í þessari trú og reyndar mjög mörgum öðrum trúarbröðum kærleikur, virðing, ábyrgð og en ekki hatur og ofbeldi. Og þess vegna það að ef að fólk að nota trú til að beita ofbeldi, þá það algjörlega á villigötum. En fólk því miður hefur gert það og að gera það ennþá dag í dag.
Svona í lokin, Arna, við getum dregið saman málflutning manna eins og Snorra kannski í það að því hafnað að allir skuli njóta mannréttinda, er það ekki? Já, það þú veist, ef að þetta það sem hann trúir og þetta hans sannfæring, þá í sinni sannfæringu og krafti sinna forréttinda, þá finnst honum að sumt fólk hafi rétt á ákveðnum mannréttindum og annað fólk ekki. Og það, ef að þú ert á þessum stað í lífinu, þá getur þú varla kallast gott fólk. Nei. En kæra þakkir fyrir að koma og bregðast við þessum spurningum. Ég held að röddin sé okkur afskaplega þýðingamikil og ég mjög þakklátur fyrir þessar 40 mínútur sem við höfum átt hér saman. Kæra þakkir fyrir mig. Takk kærlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, við höfum ekki sagt okkar síðasta orð hér við Rauðaborðið eftir andartak heldur dagskráin áfram. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hérna hjá mér Guðný S. Bjarnadóttir frá samtökunum Vitund, gegn kynferðisofbeldi, fyrir þolendur gegn kynferðisofbeldi. Þú ert stjórnarformaður, ekki rétt munað hjá mér? Jú, það passar. Við hittumst nú aðeins stuttlega í byrjunviku. Það var nú bara vegna þess að mér langaði svo að heyra frá þér varðandi dóminn sem féll, Mannréttindadómstólnum, Maríu Sjöfn í Vil. Hún hafði farið ásamt mörgum öðrum konum í mál við Íslenska ríkið vegna svona málsmeðferðar ríkisins á kynferðisbroti sem hún var fyrir eða heimilisofbeldi sem hún var fyrir. Hvað þýðingu hefur þessi dómur bara svona fyrir þolendur almennt? Hann hefur alveg gríðarlega mikla þýðingu af því að þetta fyrsta svona mál þessara tegundar sem fær niðurstöðu í Mannréttindadómstóli Evrópu. Og þetta ótrúlega góð niðurstaða, ekki bara fyrir Maríu Sjöfn, heldur fyrir alla þolendur sem að fara í gegnum réttarkerfið okkar. Það þetta algjörlega ólíðandi að mál skuli vera fyrnast á borði lögreglunnar og þarna erum við bara að horfa á fordæmi, þar sem að ég vona að við sem að fara að horfa upp á almennilega breytingar í kerfinu okkar. Akkurat. Þetta einmitt, ég meina þetta hvað mörg mál? Ég man ekki, nú skýrsla Stígamóta kom út hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og þetta hangir hérna alltaf eitthvað staðar á bilinu 500-600 og upp í 1200 mál sem að þau fá inn að borð til sín en þau rata ekki öll að borð lögreglu. Og ástæðan fyrir því oft einmitt sögð vera vegna þess að það farið illa með þessi máli í meðferðum lögreglu og nú eiginlega komið staðfesting þarna á því. Heldurðu að þetta, hafið þá þýðingu að fólk eigi eftir að kæra kynferðisbrot kannski í mæli? Það sem ég að vona að gerist núna að lagabreytingar muni eiga sér stað til þess að koma í veg fyrir þessa fyrningu sem að gerast þarna. Það þetta bara, þegar mál kært, þá auðvitað ætti fyrningafresturinn bara að stoppa. En í hennar tilviki var það ekki gert og það sem við erum að horfa upp á oft stopparinn verklag lögreglunar. Það ekki endilega hvernig lögin heldur það verklag lögreglunar. Og það var þarna klausa líka í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu að sumarfrí og mannekla lögreglunar eigi ekki að koma niður á málsmeðferðar tíma og þetta það sem við erum að horfa upp á bæði hjá lögreglunni og hjá saksóknara. Þannig að þó ég fagni því að Þorbjörg skuli
í að breytingum í þessu varðandi fyrningarfrestin að þá vil ég sjá verklag lögreglunnar breytast. Já, og Þorbjörg, þú ert að tala um dómsmálaráðherra sem að einmitt kom fram í Kastljósi og svona þessum helstu fréttastöðum akkurat á dómsdeginum. Hún talaði einmitt um þetta, að þetta væri henni mikið hjartans mál, hún hygðist alltaf að gera margt og breyta ýmsu en hún sagði aldrei nákvæmlega hvað það var sem að hún hugðist gera en svona einmitt eins og segir að því að það kæmi þannig einhvers konar lagabreyting eitthvað. Mögulega, hún alltaf búin að setja saman starfshóp sem mun fara yfir hvernig lögin standa í dag varðandi fyrningu og það auðvitað bara má ekki gerast að sérstaklega ofbeldismál sé að fyrnast og hvað þá bara mál yfir höfuð sem lenda á borði lögreglunar. Það bara á í raun og veru ekki að gerast en því miður, það eru alls konar mál að fyrnast sem að bara mætti segja að þarna erum við að missa af tækifærum til þess að sakfella í málum. Og en ég meina þetta eru 9 mál sem að Stígamót fór af stað með fyrir 9 árum. Veistu hvernig hver staðan á hinum málunum? Nei, við vitum það raun og veru ekki. Fyrirvarinn á þessari niðurstöðu var þetta bara, ég held að það hafi verið bara sólarhringur. Þannig við vitum ekki hver staðan á hinum málunum en ég býð spennt eftir að fá að vita hvernig hin málin fara því að enn og aftur geti þetta verið mjög fordæmisgefandi fyrir bara mál sem mun koma í framtíðinni. Og þetta er mikilvægt fyrir þolendur bara svona hvers vegna? Þetta auðvitað sigur og þetta ákveðin viðurkenning á því þegar sem að brotaþolar hafa verið að segja núna til lengri tíma. Þetta viðurkenning á því að kerfið ekki að virka og við þurfum ekki bara að gera lagabreytingar eða að gera viðhorfsbreytingar, við þurfum verklagsbreytingar að við þurfum að sjá til þess að þessi mál séu unnin hratt og vel. Við getum aukið rannsakendum, við getum aukið fjármagn en ef að verklagið ekki í lagi þá að sjálfsögðu þetta ekki að fara að skila sér. Í dag, eftir að María sem kærði 2017 upphaflega, að þá hefur málsmeðferðartíminn lengst 77%. Þetta rosalega aukning þarna og ég myndi bara vilja sjá harðar tekið á þessum málum og mun hraðar. Ég sjálf þurfti að bíða í 6 mánuði eftir að sakborningunum mínum máli var kallarinn skýrslutöku og allar þessar tafir, ef að mál fer svo fyrir dómi, að það þýða þessar tafir náttúrulega bara mildaðir dómar að jafnvel skilorðsbundnir og það náttúrulega bara ekki kerfi sem að virka fyrir þolendur. Nei. Akkurat og ég meina það auðvitað líka margt sem að getur skólast til í hugum fólks á löngum málsmeðferðartíma og maður sér það oft í þessu málum að því að þetta eru erfi mál einmitt og þykja sjaldnast líklega til sakfellingar og það þá yfirleitt vegna þess að það eru yfirleitt 2 manneskjur sem eru til frásögu og þessi sönnunarbyrðin í rauninni liggur öll á þolandanum. Veistu fleiri svona dæmi, bara það sem að svipað og Maríusefnar, það sem að lögreglan hefur í rauninni bara svona glóparað þessu frá sér, bara tækifærinu til sakfellingar. Já, því miður og ég hef fengið innsýn inn í ansi mörg mál þolenda þar sem að lögreglan hefur ekki verið að sinna rannsóknarskyldum. Það í sjálfu sér ákveðin tékklisti, þú þarft að fara í gegnum og það getur til dæmis verið vettvangsrannsókn og ýmislegt fleira og gagnaöflun og taka gögn síma. En við erum að sjá að það er rosalega oft sem þessu ekki fylgt eftir og þetta geta verið mjög mikilvæg gögn í svona málum og ég get ekki skilið hvers vegna lögreglan ekki að sinna þessum rannsóknarskyldum og það sem að þolendur ekki aðilar máls, það þurfum við að treysta á það að lögreglan og saksóknari skuli vera að taka almennilega á þessum málum og rannsaka þau til hlítar. En því miður erum við að sjá bara allt og mikið að mistökum eiga sér stað og það var gerð skýrsla, Grífi og gerði skýrslu 2022 sem var bara mjög dimm og þar einmitt talað um það hvers vegna verið að fella niður svona mörg mála í Íslandi og af hverju rannsókn svona ábótavant. Og ég hef ekki séð lögregluna stíga fram og segja við ætlum að bæta verklagið okkar og við ætlum að sjá þess að þetta gerist ekki. Af því að
þó sért eins og ég segi með fleiri rannsakendur, það þýðir ekki endilega að gæði rannsóknina sé góð. Nei. Og ég meina það hefur á undanförnum árum með fjölgað í lögregluliðinu, við vitum það fyrir víst að það hefur verið settur meiri peningur í málflokkin en samt eins og þú segir þá meðferðartíminn að lengjast og þetta, ég meina, af hverju? Sko, kynferðisbrotadeildin er ekki stór og ofta tíum hefur þetta verið 13 starfsmenn og þarna erum við starfsmenn sem eru kannski að vinna að hluta og við erum með starfsmenn sem að fara í veikindaleyfi, við erum með starfsmenn sem fara í sumafrí. Þannig að þetta eru aldrei það margir rannsakendur og þetta eru þetta gríðarlega fjöldi mála sem að koma inn. Á hverju ári eru tilkynnt milli 500-600 mál, kynferðisbrotamál til lögreglunar og við getum bara ekki ætlast til þess að fólk kæri þessi mál þegar við erum með handfyllega fólki að sjá þau. Við getum ekki tryggt gæðirannsóknina, við getum ekki tryggt það að fólk segi fá réttláta málsmeðferð. 13% mála í dag liggja óhreyfð í skúffu hjá lögreglunni í ár eða meira. Það er bara algjörlega óásættanlegt. Og það er einmitt þetta sem að Mannréttindadómstóllinn var að benda á. Það voru fældi 2 dómar þegar ekki fyrir Mannréttindadómstólinn. Það var Maríu Sjefnar mál og svo var annað mál sem hefur svona verið lítið fjallaðum. Getur þú sagt okkur frá því? Ég er ekki búin að kynna mér það nógu vel til þess að tala almennilega það. Það sem ég er búin að vera að beina sjónum mínu svolítið að því máli sem maður fékk sakfellinguna vegna þess að það mun hafa afgerandi áhrif fyrir þolendur til lengri tíma. En ég sjálfsögðu eftir að kynna mig hitt máli betur og mun koma að því seinna en þetta er auðvitað ótrúlega mikilvægt samt að við séum að sækja þessa viðurkenningu að utan því að brotaþolar hérna á Íslandi hafa bara mjög lengi talað það að kerfið er bara fullt af brotalömum en það virðist engin hlusta fyrir en Mannréttindadómstóll Evrópu segir eitthvað. Akkurat. Og svo er það auðvitað ekki bindandi úrskurður fyrir Ísland ef að Mannréttindadómstóllinn segir eitthvað þó við séum sannarlega aðili þar að. Þannig að það gæti brugðið til begge vona. Þetta gæti orðið svona mál sem að færa að sitja á hagganum eða svona færa að blása yfir og maður er hræddur það. Ég var svona óttast það vegna þess að ég meina þegar ég byrjaði með druslugönguna 2011 þú veist þá einhvern veginn fannst maður vera að vinna einhverja smásigri en svo sér maður að við erum ennþá í sömu hjólförunum og nema að málsfjöldin er einhvern veginn orðin meiri. Já og þarna ég er nefnilega sammálaður, þú veist ég fagna þessum sigri en á sama tíma því ég veit að Þórberg dómsmálaráðherra er að setja laginnar þennan hóp og það á að rýna í þessi lagaákvæði en eins og ég segi, lagaákvæðin er ekki annað en byrjun á punktur. Við verðum að skoða þetta verklag. Ég hef löngum talað þetta verklag lögreglunnar og ef það er ekki eins og það á að vera þá skipta í raun og veru þessar lagabreytingar ekki það miklu máli. En kannski víkjum aðeins að samtökunum frá því að þið voru stofnuð, þið eru orðin hvað gömul? Við erum bara búin að vera starfandi síðan í janúar þessu ári. Síðan í janúar þessu ári, vá. Þetta er svo nýtt, já. Þetta er svo nýtt. Mér líður svona eins og þess að ég er búin að vera til alltaf í 5 ár. En það er örugglega vegna þess að þið hafið unnið ansi mörg og mikið verk. En það er þessi málaflokkurinn mitt eins og segir, hann er bara svona stafli af óunnum málum og það eru þetta þolendur sem eru að koma sérstaklega til ykkar eða eru þetta lögmenn eða hverju leita til ykkar? Við erum að vinna með bara öllum þeim stofnunum og félagsamtökum sem koma að málefni brotaþola og við vinnum mjög mikið bak við tjöldin af því að það sem við erum aðalega að vinna í eru þessar verklagsbreytingar sem að þurfa að eiga sér stað og líka hvernig við getum í raun og veru stutt betur við brotaþola þannig eigi betri von að fá réttláta málsmeðferð. Þannig að við erum með verkefni í deglunni sem að ég vona ég geti opinberað ég er að krossa putta að ég geti opinberað það jafnvel bara snemma næsta ári. En það mun vera mjög góð breyting fyrir brotaþola til framtíðar. Þannig að ég er að vona að það nái í gegn.
og já, þú auðvitað þekkir þá einn skinni hversu mikil áhrif þetta hefur á lífið og auðvitað í gegnum Ólöfu Töru, vinkonu þína sem að lét lífið bara vegna þess hvernig kerfið bara rást henni í rauninni eftir það sem að fyrir hana kom og þannig að við höfum í mörg dæmi einmitt það hversu alvarlegar afleiðingar það getur haft fyrir brotaþola að fá ekki úrvinnslu og réttan stuðning og annað slíkt. Finnst þér einhvern veginn svona samfélagið sé einhvern veginn að breytast hvað þetta varðar? Það sé einhvern veginn opnara, það sé meira, ég meina tekið tillit til þolenda, ef við hugsum bara vinnumarkaðinn, þú lendir í kynferðisbroti, þú hringir þinn veika og þú veist, og hvernig umgjörðin í kringum svoleiðis eru þið eitthvað að skoða þetta? Þetta er auðvitað æði misjafnt en mér finnst auðvitað samfélagi vera svolítið að átta sig á því hvers vegna dómstólsgötunar var til. Það er vegna þess að kerfið er ekki skilvirkt og ég held að við sem að sjá bara fleiri dæmi sem er ekki endilega bara kynferðisbrotamálin. Þar sem að kerfið er ekki skilvirkt og það er ekki að þjóna almenningi eins og á að gera. Og við erum að sjá líka bara ábúslega lága dóma fyrir mjög alvarleg brot og þegar við hugsum til þess að það er kannski nýbúið að dæma einstakling í 5 ár í fangelsi og hann er bara komin í opið úrræði eftir jafnvel bara 6 mánuði. Þetta, þó að ég sé fyrir betrun að þá þarf betrunarstefna fangelsana að vera öflugri og hún þarf að styðja við fanga innan veggja fangelsisins. Það getur ekki verið verk þolenda að þurfa alltaf að horfa sér öxl þegar við erum að ná þessum sakfellingadómum sem eru alls ekki margir. Og ég myndi bara vilja sjá bara enn meiri pening eitt í þessar stofnanir. Við erum eins og staðanir í dag, við erum með 600 manns að biðlista að komast í afplánun en aðeins 178 rými og þetta bara rýmar ekki saman. Við erum rosalega eftir á þessu öllu saman og það er eiginlega bara grátlegt að horfa upp á það að geta ekki veitt þessu fólki sem fær sakfellingadóma betri úrlausn innan veggja fangelsana. Því að þetta er oft þannig að þegar þeir koma aftur út í samfélagi opið úrræði að þeir oft brjóta af sér aftur. Og við bara sem samfélagi við getum ekki verið að taka hana kostnað á okkur. Nei. Og það er alveg rétt einmitt eins og af því að það er einmitt alltaf talað út frá þolendunum og þetta er alltaf ábyrðin, þetta höfum lengi kallað eftir því að ábyrðin verði tekin af herðum þolenda en hún er þar ennþá með af fullum þunga en bara einmitt svo við víkjum aðeins að gerendum. Það eru náttúrulega einhver úrræði fyrir gerendur í íslensku samfélagi af því að það talaði ég talaði hérna bara í vor við Drífu Snædal og þá var hann einmitt að tala að þetta gráa svæði sem eru ásetningsbrot hún hafi nú ekki notað grátt svæði hérna svona þá myndlíkingu ég veit hún fyrir tökurnar á mörgum hérna ásetningsbrot og svo hérna svona og ekki af yfirlögðu ráði og þetta væru mjög margir ungir gerendur gerðu sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað þeir hefðu gert og hvers vegna það væri rangt og það væri margt ábótavant þarna en það við getum alltaf aukið í fræðsluna og reynda að koma í veg fyrir hlutina en þegar að skaðinni skeður hvernig tökum við utan þennan hóp? Þetta er bara mjög góð spurning. Það er ekkert gríðarlega mikið úrræðum í boði fyrir þennan hóp og hann er auðvitað fjölbreyttur eins og við vitum, bara eins og hópur þolenda er mjög fjölbreyttur. En það sem ég myndi vilja sjá, nú er ég bara með fullt af kröfum. Það bara má bara óska sér hér. Já, í draumaheimi það myndi ég auðvitað vilja bara sjá fólk sem að jafnvel hefur fengið svona dóm og hefur snúið blaðinu stofna samtök eða eitthvað svona úrræði fyrir fólk sem að brjóta af sér. Það er svo mikilvægt að við séum eitthvað staðar í einhverjum hópi þar sem okkur finnst við tilheyra og eitthvað sem skilur okkur. Þess vegna konur með svo óbúslega sterkt samfélag og þólendarsamfélagi þar sem við erum með þessa kvennasamstöðu og við skiljum hver aðra og við vitum alveg hvað þessi hluti þýða fyrir okkur. En þetta vantar fyrir karlmennina og ég bara myndi vilja sjá fleiri karlmenn svona lýsa leiðina fyrir aðra karlmenn. Hvort sem þeir hafa sjálfur verið gerendur eða hvort þeir hafi bara ótrúlega góða þekkingu á þessum málaflokki, það myndi ég bara vilja sjá fleiri karlmenn stíga upp og vera partur af lausninni, partur af utanumhaldi, utanum gerendur, partur af þeim sem eru í forvörnum.
ég bara vil sjá þessa samstöðu kalla gegn ofbeldi yfir höfuð miklu sterkari en hún er. Akkur ætlum sé ekki miklu sterkari? Sko, ég velti fyrir sér það myndist nú samstæða karla utan alls konar hluti. Af hverju ætli það myndist ekki þessu vettvangi? Ég veit að það fer auðvitað fyrir brjóstu á mörgum í kjölfar MeToo-hreyfingarinnar og það er svona slaufunarmenningu þar sem að hérna svona má hann koma aftur, má hann ekki koma aftur fram á sjónarsviði. Það var svona þegar frægir gerendur voru og eiga í hlut. Hérna hvar ætli hvatinn í kringum ég meina svona, hvernig við orða þetta svona sami hópur og gagnrýnir þolendur fyrir að slaufa körlum sem að hafa gert þeim eitthvað af hverju vinna þeir ekki að því að ná hinum í sátt við samfélagið einhvern veginn aftur inn og með og allir saman ég vil meina það að slaufun sé bara ekki til slaufun er orðið eitthvað orð yfir það að draga fólk til ábyrgðar fyrir einhverja hegðun eða gjörðir sem að hafa stundað og ég bara veit ekki um einasta mann sem að hefur verið slaufað innan geðsalpa sem hefur ekki komið tilbaka en sko það sem mér þetta bara langsterkast í þessu öll saman ef að einhver er að áta þig, hefur notað bara enskuslætti áta þig fyrir einhverja hegðun eða einhverja gjörðir sem þú hefur gert, þá er bara miklu sterkar að taka ábyrgðina á því. Því að þannig áttu alltaf leið tilbaka. Þá ert að taka ábyrgð á því hver þú ert og hvað þú hefur gert. Og þú getur ekki endalaust bara dusta þetta af þér. Og það er ekkert meira frustrerandi heldur en gerendur sem að afneita sínum þætti í sínum gjörðum. Og það er auðvitað langalgengast þannig í þessum brotum vegna þess að þeir eru auðvitað hræðileg brot og þeir hafa mikil áhrif og það er mikil skömm sem eðlilega. Þannig að við einhvern veginn virðumst þurfa einhvern veginn að finna einhvern milliveg þarna fólk að vinna þessu út úr skömminni og svona komast yfir hana það má áfram skamma sín fyrir það sem maður hefur gert rangt en maður getur samt alveg lifað með því ef maður beitir réttur þetta er partur af því, það er að taka þessa ábyrgð mér finnst það bara svo óbúslega mikilvægt og það eru kannski einhverja einstaklingar sem að telja sér trú það að það hefur bara alls ekki gert þetta og þá er það samtal sem að viðkomandi þarf að eiga við þolandan ef þolandin er tilbúin í það en það er samt, það er held ég einhvern veginn svo fróðlegt að horfa upp á það að karlmenn rannsóknir sína það, ok, ég ætla að byrja með byrjun rannsóknir sína það að 20% karlmanna á Íslandi geta verið ofbeldismenn. Þetta er rosalega hátt hlutfall og við erum að tala um íslenska karlmenn, við erum ekki að tala um útlendinga, innflutta, hvað sem það er, skilur við erum að tala um bara íslenska karlmenn og 42% íslenska kvenna verða fyrir ofbeldi á aldrinum 18-80 ára og við erum ekki að taka þarna inn í börnin. Þetta eru sláandi tölur. Hvað eru búin að leyfa að grasserast í þessu samfélagi þar sem þetta hefur náða verða svona og við verðum bara að vera miklu sterkari í úrræðum fyrir gerendur, fyrir þolendur, við þurfum sterkara verklag þegar sem mál er að koma upp við getum bara, mér finnst ég að horfa á lögreglukerfið okkar og saksóknarkerfið okkar að við erum bara svo óbúslega eftir á, mér finnst ég vera að horfa sem 20 ára aftur í tíman að því að við erum bara ekki að ná að fanga alvarleika þess af því að við erum ekki að ná að koma þessum málum í gegn ná þessum sakfellingum 3% sakfellingarhlutfall er bara langt ifrá að vera lagi og þetta er bara 3% sem af þeim sem eru tilkynnt til lögreglu sem að enda með sakfellingu og það er aðeins 10% mála sem eru tilkynnt þannig að við erum að tala um miklu stærri fjölda og ég meina og þá erum við að tala um allt þetta svona spektrum af kynferðisofbeldi. Já, kynferðisbrotum, en líka bara það að einn gerandi getur átt svo ofboðslega marga þolendur. Það er sagt að maður sem er kærður fyrir nauðgun að fullorðinsaldri að meðaltali hefur nauðgað til dæmis 6 sinnum yfir ævina. Wow. Það er rosalega há tala. Þannig að, og þetta er það sem að rannsóknir er að sýna okkur og þetta er alveg óbúslega sláandi af því þarna er þetta orðið eins og bara normalíserað og það er þetta bara óbúslega hættulegt. Ég meina ef þú kemst upp með ykkur hegðun og það er enginn sem slær á fingurnar á þér og það er einhvern veginn enginn sem að challengera
veröldin þín sé svona og þá væntanlega heldur bara áfram. Það einmitt þetta með sko fræðsluna, mikilvæg fræðsluna líka að grípa karla unga og hjálpa þeim að líka, ég velti fyrir mér sko að mér vitandi hefur það ekki gerst, að karl hafi einhvern tímann tilkynnt sjálfan sig fyrir bara herðu, ég held að ég hafi brotið gegn þessari manneskju fyrir nokkrum árum síðan, ég sé það núna að þetta var rangt en hún hefur ekki þorað að kæra eitthvað svona, þetta hefur aldrei gerst. Nei, og það líka bara mjög sjaldgæft að gerendur játi fyrir dómi, það kemur einstakarsinnum fyrir en það er mjög sjaldgæft og þrátt fyrir sterk sönnunargögn, þess vegna kemur þetta huglaða mat alltaf inn sem þetta bara stórhættulegt þolendum því að þolendur eiga ekki málsvara innan kerfisins, það eru þetta saksóknir sem sækja máli fyrir hönd ríkisins en þannig að þetta er ótrúlega flókin staða og í sakamálum það þarf alltaf að sanna ásetningin og það er bara mjög erfitt að sanna ásetningin en samt eru oft mjög mikið af gögnum sem benda til þess að þetta gerist ekki að handahófi eða óvart og getur ekki nauðgað óvart, það bara gerir þetta ekki. Akkurat. Þetta er risavaxinn málaflokkur og hann heldur einhvern veginn bara áfram að stækka, það virðist og lítið breytast. Það hefur margt gott gerst, það vantar ekki. Það eru einmitt eins og við höfum talað fleiri úrræði fyrir þolendur og kannski meiri stuðningur út í samfélaginu en það eru gerendurnir sem eru vandamálið og við þurfum kannski að vera duglegri einhvern veginn að ná utan þann hóp. Og en svo við kannski víkjum aftur að þessum dómi bara örstutt þá hann er áhugaverður vegna þess að það er bara svart og hvítu kemur fram að íslenska lögreglan hún bara skussaði svo yfir sig að það tapaðist mál og eins og þú segir, það eru mörg svona dæmi, heldur það eigi fleiri konur núna eftir að fara með álíka mál fyrir mannréttindadómstólinn eða þarf það kannski ekki? Já, þetta er bara góð spurning. Ég veit ekki hvort að marga konur þetta ótrúlega löng vegferð. Þetta mál náttúrulega tók 6 ár að fá niðurstöðu í og það er talað að meðaltíminn þarna hjá mannréttindadómstóli er cirka 9 ár. Þannig að þetta er gríðarlega langur tími og oft vilja þolendur bara einhvern veginn að fá aðeins að bara vera í friði, að halda áfram með sitt líf en engu að síður þá sé ég þennan sigur sem sigur fyrir alla brotaþola. Þetta er stórmerkilegt, þetta er fordæmisgefandi, þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð áður og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við bara tökum þetta sem dæmi og notum þetta sem þrýsting til þess að knýja fram breytingar í kerfinu. Við þurfum eins og segi vissulega lagabreytingar en við þurfum verklagsbreytingar innan lögreglunar. Það er klárt mál. Það þarf bara, við köllum eftir því að lögreglan, ekki bara Höfuðborgarsvæðinu heldur bara allt land, hún fari að sinna þessu málaflokki með svona meiri festu og ákveðni heldur en áður og þarna kemur bara einmitt þessi staðfesting á að svo er þörf. Guðný S. Pétursdóttir, þakka þér kærlega fyrir að koma og ræða við mig þetta mál. Takk fyrir mig. Og svona öll hinn líka. Takk fyrir mig. Og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka þeim sem áhlýddu og horfðu fyrir samfylgdina. Öllum góðum gestum þakka ég komuna og samstarfsfólki mínu samveruna í dag. Ég minni á að hægt er að gerast áskrifandi á samstöðin.is. Það er lítill hnappur sem ástendur áskrift og hvert og eitt framlag skiptir máli. Það er þunguróður á litlum fjölmiðli og með ykkar framlagi getið þið orðið partur af þessu góða verkefni hér og hjálpað okkur að verða jafnvel stærri. Ég þakka fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.